Já, góða kvöldið, góða daginn. Já, hádegi. góða kvöldið. Já. Hvernig sem þið eru að hlusta, við erum að taka upp eftir myrkur eins og vanalega. Já, við breytum ekki út af vanunum. Nei, það er stór þáttur í kvöld, en áður en að koma að gesti kvöldsins. Já. Það var ég aðeins búin að vera lítið kringum mig að fasteignamarkaðnum. Já, vel gert. Já, manni fallast auðvitað bara að hendur hvað þetta er dýrt. Já, þú ert náttúrulega á leigumarkaðnum núna sem verður ekkert spes. Nei, en maður spyr sig, er þetta fólk ekkert að byggja einingahús eða? Segðu. CLT, crosslín 3. Já, strúttumenn gera vel við sína hagkvæmar einingar og bara gæði. Frábært umboð. Já. Danskir gluggar og hurðir og hérna, ég hveti ykkur til þess að kanna úrvalið. Ég tala nú ekki ég er næstu komið þangað, ég er aðeins farin að líti kringum mig á Suðurlandi. Já. Komið bara lóð, bara í einhverja einingu sko. Já. Það er eina viti, svo maður svo lungi með höndunum líka, þetta er leika fyrir fullorðna, ég segi það alltaf. En það er komið að gesti kvöldsins og það er engin annar en Jón Björnsson. Jón hefur viðtæka reynslu af fyrirtækjarekstri og umbreytingaverkefnum bæði á Íslandi og í Skandinavíu. Jón gegndi síðast starfi forstjóra Origo en hefur áður gegnt forstjórastarfi bæði hjá Festi og Krónunni, Orf líftækni, Magasíndur Nord og Högum. Jón situr meðalans í stjórnum Boost, Origo lausna og Drop. Nýverið svo tilkenndur sem nýr forstjóri Veritas og hefur þar störf í lok ágúst. Vertu hjartanlega velkomin. Já, takk hérlega. Það var að hókoma. Já, okkar heiður. Já, okkar er allur heiðurinn. Þetta er CV. Þetta er ágætið CV. Já, þetta er CV. Ég væri til í 1% þessu, ég viðurkenni það. Hvernig liggur á þér? Bara okkur góður sko. Já. Já. Það geti alltaf verið betri sko, en ég er fínt sko. Hvernig ertu búin að vera að nýta sumarið? Já, það hvað sumar segir. Bara, veist, fínt að ég er að byggja mér sumarhús og hérna. Já. Er það okkar menn eða? Strúktúr? Nei. Það er bara verktaki á Selfossi sko. Já. Og ég er svo að bera spýtur og eitthvað svona. Já, vel gert. Já. Og já, svo er ég að reyna að hérna bæta mig í gólfinu sem að síðan svona eiliga lélugur. Og hérna er svona farin að efast sjálf á mig stundum. Já, viltu gefa upp hvernig gengur? Hvað er fórgefin í dag? Hún er ekki gefin upp. hún er sorglega há, en þetta er svona, þetta er að fara, já, þetta er erfitt. Já. Já, þetta er eiginlega verkefni. Ertu með eitthvað tips handvarnlegur, þú segur í gólfinu? Já, ekki með í úliðunum og hætti ekki að spila golf. Vá, hvað ég er búin að sakna golfsins í sumar, maður. Já. Hver er þín uppáhaldskilvi í golfinu? Það er 5 járnir. Já, Já, ég nota það eiginlega í allt. Það er nú ekki auðvöldast að kilóin í pókanum. Fyrir mig. Púta með henni. Já, látum við sjá. Kannski aðeins um ertu búin að fylgjast vel með því? Nei, ekki rosalega, svona aðeins svona upp á síðkasti sko. Já. Og hérna, mér fannst þetta pínu eitthvað dall í byrjun en svo svona, já, síðustu leikja en svona, ég er svona ég nenni ekki að setjast niður 90 mínútur hóru leik en ég er svona oft með þetta svona í einhver stæl til liðar. Ég fylgir samt vel með sko. Já, þitt lið? Já, pínu erfitt sko. Ég svona er farin að veist, yfirleitt hefur maður náttúrulega Danirnir farnir út, þannig að það var pínulegilegt. Ég var akkurat með 7 strákum ára á Þýskaland, Danmörku og þeir héldu allir með Þýskalandi. Ég var pínu hissa. Já. Og þannig að nú, svo heldur maður einhvern veginn svona aðeins með englendingum, maður langar pínu að þeir vinni, en samt finnst mér þeir eitthvað eins og þeir svona nennis ekki. Já. Og þá einhvern veginn, á maður erfitt með að halda með þeim og þá einhvern veginn horfum maður bara, Spánverðarnir eru líklega bara að spila skemmtilegasta boltan. Saman á því. Og ég hef ekki bara skilið að hérna, fara út til land. Svo er náttúrulega alltaf gaman þegar, hérna, ég er náttúrulega alltaf svona underdog maður. Sviss er þannig að það er smá erfitt að þetta sé England-Sviss. Já, ég verð að gefa eitt upp núna. Þessi þáttur droppar eftir viku. Þannig að núna verða einhver úrslitir á þín þegar þessi þáttur droppar. Þannig að ég ætla bara að spyrja Jón, hver verður sigurvegari Evrópumótsins? Ég ætla að tipsa á Spán. Já. Það líta vel út. Ég gera það. Ég held að Svisslendingarnir taki England. Já. En svo er náttúrulega önnur veistla í gangi, sko. Ég er náttúrulega meira að horfa á Tour de France. Já, þetta er veistla, þetta er bara íþrótta veistla í sumar. EM, Tour de France, Ólympíuleikarnir. Já, einmitt. Ertu mikill hjólreiðamaður?
Nei, ég er ágætt sjálfur að maður sko, en ég er rosa gaman út í þess. Þetta svona, þú veist, að því að maður er alltaf að uppgöta eitthvað nýtt í íþróttæminum. Ég man þegar að menn voru að tala um það að vera gaman að horfa á pílu og maður hló svolítið að því sko. Já. Svo það bara fanta gaman, sama með golfið. En hjólreiðar, það nú kannski eitthvað sem ég held að væri... Þetta fyrsti sem ég hitti sko. Já. Ég held að sko Tour de France hljóti að vera erfiðasta sport bara erfiðasta keppni í heimi. Já. Menn sem hjóla í svona 5-6 klukkutíma á dag í 21 dag, það er bara magnað sko. Það er alls konar taktík og pælingar. Ég er ekki allan daginn með þetta, en ég er mjög spenntur sko á þann að tjekka á hvernig þetta enda í dag. Já. Hver er þinn maður í Tour de France? Það er Daninn sko, Vingegaard, og svo er náttúrulega var gömul hetja Cavendish sem að vann sína 3050 3050 dag á sinni keppnisferði sem ég held að sé, hann hefði byrjað 2008. Já, ok. Hann er bara að verða 40 eða eitthvað sko. Já, vel gert. Þannig að svo heyrir maður bara að hjarta á þessum mönnum þegar það er hætti, það er bara óstórt fyrir daglega starfsemið, þannig að þið þurfið bara einhvern veginn að... Já, þetta er ótrúlega íþróttamenn. Já. Það er engin spurning. Ef við byrjum á að ræða nýjustu fréttir, þú mútt hefja stöð... Leikmannafréttir. Þetta er svona... Já, það er búin að vera vendingar á markanum. Komið staðfest svíi og svona. Já. Þú mútt hefja stöð sem forstjóri Veritas í lok ágúst. Sko, ég hef sem að þessu fleiri, sko, fyrir gerdaginn, þá var ég ekki alveg að klára hvað Veritas gerði. Hvað gerir þetta fyrirtæki? Þetta er þess fyrirtæki sem er með eignarhald á 5 fyrirtækjum sem að starfa flest hver innan svona heilsu geirans í lyfjum og fæðubótaefnum, vítamínum, stóðtækjum, lækningatækjum. Þannig að eru mikið að þjónusta heilbrigðiskerfinu og líka apótek og verslanir með vörur sem að tengjast heilbrigði og heilsu. Já. Er þetta geiri sem er að fara að stækka og stækka? Já, ég held að við erum alltaf að fara að verða eldri. Þið tveir náðu örugglega að verða 120 og ég held að það sé að hluta til út af bara þróun í læknavísindum og síðan bara erum við alltaf að læra meira og meira hvernig við svona aðeins heilbrigðari lífstíl og þannig að ég held að þetta sé geiri sem að sé að stækka og séu bara mikil tækifæri líka í að þjónusta þennan markað tölvöld betur. Já, þetta er áhugavert, sko 120 það verður nú, ég veit ekki eins og hvort það verður gaman, en þú veist við sjáum bara að því vorum að tala um EM líka, menn er að spila til fertugs, við sjáum bara Pepe hann að Mertan Ferskan í vörðinu að spila 120 mínútur. Já, sá gerir enda mistök. Já, eða kannski pínu þreytu kallinn, en þú veist, ég veit ekki hvort að þú er eitthvað skoðað, ég veit að þetta er aðeins utan þín sérsviðs, en þú veist, er meðalaldur að hækka sem einhverju nemur núna og spáir því að hann sé raunverulega að fara að hækka talsvert? Nei, ég hef svo sem ekki verið, hann hefur verið að hækka almennt í heiminum, en ég sé henni bara eitthvað, ég held að fólk sem er eldra í dag sé aktífara heldur en áður. Já. Og ég held að það sé kannski svona regin munurinn að þú sett aktífari lengur. Já, klart. Einnig spennandi, okkar menn í Sútöp og núna er náttúrulega júlí gengin í garð og já, það fyrir hver að vera seinastur að tryggja sér sumar jakkaföt, klæðskjöra heldur betur. Kíkja á Jökul og Eil í Bólholtinu. Já. Taka ægilega vel á móti þér. Bólholt 4. Já, rétt. Mæli með. Við ætlum að fara bara út um allt í þessu þætti og Jón afsaka það, þetta er ekkert í einhverju sérstaklega skipulegri röð en þetta verður skemmtilegt og fróðlegt. Sko, Sútöpmenn, Egill í Sútöp, hann segir sko, nú hefur Jón verið einstaklega farsæll stjórnandi gegnum tíðina og við fórum til síðan hans á hann, þannig að við erum ekki að upplösta nú leyndamálum hérna. En hann spyr, og þetta er opin spurning, hefur lent í krefjandi krísustjórnun og eitthvað sem manns svona eftir í fljótu bragði? Já, ég hef lent í
nokksinum og kannski, veist, í fljótu bragði náttúrulega mann maður mest magasín tímana vegna þess að það fyrirtæki var svona bara, veist, við vorum bara svona tiltölulega nálægt því að geta ekki borga reikningana og það gerist og það gerist í rauninu tvisvar. Það gerist annars vegar, ég hef nú sagt þess að sögu áður einhverstaðar og að það byrja íslensk fyrirtæki í Danmörku að fara á hausinn. Ég held að vera 1 á mánudegi og annað á miðvikudegi sem þýðir það að að menn fara að velta fyrir sér þá magasín sem var auðvitað í íslenskri eigu líka hvort að það myndi ekki bara fara á hausinn líka og það kemur hana grein í svona þeirra gulu pressu sem bara forsíðan sem bara headlineið magasín getur farið og getur ekki alltaf þetta og við vorum með í það skipti þá vorum við með við vorum svo mikið að gjafa kortum og innegna kortum sem að fyrirtæki þannig að það bara var gert svona hálfgerð rönn á félagið, bara fólk kom bara og var bara að kaupa eitthvað áhlaup, bara leysin bara, veist, þetta bara geti verið að fara á hausinn ég ætla bara ekki að vera með inneignarnótuna eða gjafabréfið mitt og við áttum að dag þar sem að við bara sáum fram að við bara, salan var nú bara neikvæð og það kom ekkert kassa inn þannig að við þurftum að bregðast í því sem að var basically bara að fara í fjölmiðla og fara hans yfir stöðuna og við vorum ekkert að fara á hausinn það var bara ekkert í stöðunni við vorum bara í fínum málum á þessum tíma og síðan alltaf fer allt kerfið hérlendis á hausinn og bankarnir falla við vorum eins og ekki með neinn lán frá neinum íslenskum bönkum þannig að við vorum ekkert háð þeim en þegar og við endum á því að hlutabréfin í magasín eru í eigu Straums banka og þegar Straumabanki fellur einhvern veginn í mars 2009 held ég að sé þá missum við allt kredit það er bara 30 daga kredit okkar sem er mjög lítið af því að við vorum bara ekki með sterka bakhjarla það verður bara 0 og við erum bara beðin að fyrirfæra greiða pantanir og þess að þá bara upphef svona nokkra vikna krísustjórnun sem bara ég bara með stjórnina mína og fundi á hverju mennsti ég bara að tala við lögfræðingi fyrirtækis á hverju mennsti og við erum bara í svona rescue-plani sem að tókst mjög vel en tók nokkrar svefnlausar nætur og nokkra vikur þannig að ég hugsa að þetta sé svona eitt erfiðasta krísustjórnunarverkefni sem að ég hef lendi. Þetta er eina svona verkefni sem hefur verið dag eftir dag eftir dag eftir dag. Já, ég trúi því. Og ég held líka eftir það að teymið sem að varð eftir í félaginu það er sterkasta teymið sem að maður hefur nokt með verið með. Þannig að það kemur alltaf eitthvað gott út úr þessu. Já, algjörlega. Aðeins áfram í stjórnandanum Jóni Björnsssyni. Þú stjórnar fjölmörgum, ólíkum fyrirtækjum. Er ekki vandasamt að setja sig inn í rekstur fyrirtækja þvert á atvinnugerðar? Þetta er nú aðeins fyrir þátt, en já. Það er ekkert sérstaklega erfitt, finnst mér að setja sig inn í reksturinn og út á hvað það gengur. En það getur eins og verið dálítið flókið að setja sig inn í þangagang starfsfólksins. Sem er mjög mikilvægt. Og það er kannski svona það sem að ég hef kannski séð á þessum flest þessara fyrirtæki sem ég hef verið í er svona einhvers konar smásölu tengd að kaupa og selja eitthvað og kannski þegar ég fer í bæði líftækni þar sem að ég var að starfa með mikið af vísindamönnum og fólki sem kannski kom ekki beint úr þessum bransa og svo kannski líka þegar ég fór í Origo þá það er svona annar þangagangur og maður þarf svolítið að skilja þann þangagang til þess að geta í raun og veru svona keyrt þá sýn sem maður hefur fyrir fyrirtækið. Því að í enda dagsins þá ertu að selja starfsfólkinu, hluthöfum og viðskiptafinum einhverja hugmynd og það er það sem er ólíkt en að setja sig inn í viðskiptamódelið og þess að skilja það er nú svona frekar
Þannig þetta freka myndir segja menning þá innan hvers fyrirtækis frekar heldur en innan hvers atvinnugera eða? Já, bara bæði menningin og svo bara á hvað stað fyrirtækið svona í sínu svona æviskeiði sko. Þetta koma inn í veist 2 ára gamalt startup þetta koma inn í fyrirtæki sem í rosalegri sókn og vexti og eða þetta koma inn í fyrirtæki sem hefur farið gegnum erfiða tíma og það svona svolítið held ég svona mótar þennan hugsunarhátt hjá starfsfólki og getur gert að bæði hvað við kalla það sko framtaksamt en líka mjög varfærið í öðru fyrirtækjum. Þannig að þetta finnst mér svona að vera meira kunstinn að lesa stjórnunarteymið og hvernig fólk vill svona sækja áfram og já, ég held að það sé mun meira trikki heldur en að skilja virðiskeðjuna eða eitthvað þess að sko. Já, algjörlega áfram á þessum nótum hvernig nálgast Jón Björnsson það að taka við nýju fyrirtæki og fara með það í umbreytingarferli? Það nú bara mismunandi, ég meina stundum kemur maður inn og með ákveðna hugmyndir fyrirfram og þá fer maður bara svona í því að púsla upp því plani og ég nú þannig að ef þú ert búin að teikna upp strategíuna og sýnina þá snýst þetta nú að búa til svona gameplan sem að breyta einhverjum venjum inn í fyrirtækinu. Þetta náttúrulega allt saman bara einhverjum venjur og strategið bara þannig séð operation from day to day og svo bara við venjum okkur að gera þetta og ég nota mikið bara svona íþrótta analogíu sko. Þetta bara eins og að ef þú ætlar að hlaupa eftir 12 mánuði þá þarftu að gera plan sko. Þú þarft eiginlega að fá þig þjálfara og þú þarft svo að fara eftir planinu og þú þarft að mæla planið og þú þarft að vera með hausinn í lagi og þú ert bara í raun og veru með plan og en þetta ekki bara maraþonhlaup fyrir sjálfa þig, þú ert með 400-500 manns það þurfa allir að syngast og þú þarft að ná og þú þarft líka að vera með strategíu sem að fyrirtæki getur raun og veru implementar að hún sé svona fjárhagslega góð eða sterk þannig að ég held að það sé eitt og ef þú ert að koma bara beint inn í ákveðin rekstur þá kannski ertu meira að reyna lesa og skilja fyrirtækin í ákveðin tíma og svo búa til þessi plön og en svona minn áhugi oft að nálgast þessi fyrirtæki að það hafa öll fyrirtæki á einhverju tíma verið frábær það ekkert fyrirtæki sem hefur bara alltaf verið ömurlegt það hefur bara ekki til og þetta svolítið svona að finna þennan þráð og þennan neista sig og hvernig stillum við þessu upp þannig að fyrirtæki geti orðið frábært og ég held að það sem gerist oft með fyrirtæki að þau eru gerð flókin eða það eru sameiningar sem að hafa einhvern veginn ekki tekist og oft voru þessar sameiningar ekki raunveru strategískar og voru fjárhagslegar og þá þarf maður einhvern veginn að hafa þor og dug í það að segja þetta á ekki að vera svona tökum þetta bara aftur í sundur það ekki eins og þetta búið að setja þetta saman ekki þetta ekki sundur aftur auðvitað taka þetta sundur aftur og mér finnst í raun og veru fyrirtækja oft stjórnendum alltaf hrættir við bara þetta var við bara gerum mistök, breytum þessu Dálítið þess að stjórnmálamenn, smá það bara að sé einhver svona eitthvað veikleikamerki að viðkynna þetta var bara rangt og við bara breytum því en auðvitað var þetta ekki auðvitað tekur aldrei ranga ákvörðun hún leit út fyrir að rétt á þeim tíma svo bara kemst að því annarkvæmt daginn eftir eða 3 árum síðar það var bara ekki alveg rétt ákvörðun út af þessu og þessu og þessu þá bara breytur þeirri ákvörðun þegar þú mætir í nýja rekstur auðvitað náttúrulega horfur örugglega á þetta allt saman en fer maður til dæmis segjum bara sér dæmi út að mæta hann verið að byrja maður á því að skoða ég nefndi bara sér dæmi bara kostnaðarhliðina eða byrja maður að skoða bara á stefnu fyrirtækjana eða þú veist tekum maður bara 360 gráður maður byrja bara að tala við fólki og spura hvernig það hefur það og hvað því finnst að hvað því finnst að
við eigum að gera og hvað því finnst að kannski við sem að gera vel og hvað erum að gera illa og auðvitað að kynna þér kostnað kannski einhverju hlutvöll og bera það saman við markaðinn og þess að auðvitað með einhverja sýn fyrir fyrirtæki og segja ok, en þú þarf líka aðeins að svona fá svona endurgjóða það, ok, er þetta rétt og svo getur þú farið að íta á hlutina sum fyrirtæki náttúrulega getur þú komið inn í og þau fyrirtæki eru ólík og ég sagt eins og smásala ástæðan fyrir að mér veist hún svona dálítið skemmtilegt viðfangsefni bara svona út frá vörumerkjum að það er svona þar ertu í samkeppni en þú getur farið og heimsótt samkeppnisaðilaðinn og verið bara inn í samkeppni það er engin lindamál í smásölu og bara þetta er allt annað og það er bara spurningin bara sérðu það eða ekki en það er ekki öll fyrirtæki svoleiðis, það er ekki allir markaðir þannig stundum þekkjur ekkert samkeppnisaðilaðinn þú veist ekkert hvernig þeir samkeppnisaðilaðinn vinnur en í smásölu þá sérðu það bara og þannig að til dæmis þegar við fórum í krónuverkefni þá vissi ég alveg strax hvað ég ætlaði að gera en ég þurfti náttúrulega búa til hóp sem vildi fara þangað með mér og selja þeim sem voru þarna að þetta væri frábær leið og finna út úr því ok, þetta er frábær leið getum við skila arbæri fyrirtæki með það fersa leið þú veist það kannski ekki daginn áður hún ferði inn sko. Þetta er náttúrulega bara vinnan sem þú þarft að fara í og þessi vinna, hún tekur bara dálítinn tíma en þú samt vil ég gera það þannig að við byrjum á einhverju á degi eitt setjum bara í gang og hvað er versta sem getur gert? Það bara snúðum við en það er svona kannski svona, sem er mjög oft hlutur og ég horfa oft á kannski smásala er svona eitthvað sem ég bara er grunni bara áhugamál hjá mér orðið sko. Þannig ég skil ekki stundum ég fer inn í einhverja búðir og ég sé eitthvað og ég sé bara þetta er bara þetta er vitlaust og svo kem ég þarna bara hálfa ári seinna og þetta er bara ennþá svona og ég segi þetta við viðkomandi sem að ef ég þekki viðkomandi, af hverju er þetta svona? Já, það er rétt hjá þér. Svo kem ég bara hálfa ári seinna, þetta er ennþá svona. Getur ennþá eitthvað dæmi? Er þetta uppstilling á vörum? Er þetta verðlagning? Nei, þetta getur bara verið þetta getur bara verið hvernig bílastæðin snúa bara hvar hurðin er, hversu breið bílastæðin eru, hvar er hvernig stærðin á kassasvæðinu, þetta er bara eitthvað svona eitthvað nördi stöf sko, en bara og þú sérðu alveg að viðskiptaðurinn hann er einhvern veginn, þetta er pain point fyrir hann en samt er ekkert gert. Nei. Að því að menn hafa kannski ekki bæði hvorki áhuga nýja þekkinguna en hennar áhuga sem þú hefur á þessu sko. Ég held samt að sko og allir sem eru í smásölu ég sé það alveg að því fólki sem að fer í smásölu það er ekkit margir sem að fara og komast í stjórnendahlutverki og þess að ef þú annar borð ert þarna í 2-3 ár þá langaði ekkit að hætta þetta er skemmtilegasta þetta er náttúrulega elsta starfsgrein í viðskiptum að kaupa og selja vörur og þannig að ég sé bara og það sem ég finnst kannski gaman að sjá það hefur tóltið að ungu fólki farið inn í þetta og líka svolítið að betur menntuðu fólki heldur en áður og þá er bara líka að vona hefur þetta fólk gaman að því að kaupa og selja vörur og bara gaman að því að þjónusta viðskiptavinni og það er svona en líka þorið til að bara breyta einhverju sem er ránt þetta er í öllum business, ekki bara smásölu bara fullt af hluti sem menn vita bara þetta er ekki rétt, við hefum ekki að gera það breyti ég það einmitt, gerðu svo eitt bara, þú veist, eins og tökum Origo, vel smurð vel mikið af fyrirtækjum undir hattinum þú veist hvaða undirstöður og forsendur þurfa að vera til þess að fyrirtæki gangi vel saman og kannski líka eitthvað sem að verður til þess að þetta sé bara ekki hagkvæmur samruni. Ég held að dýnamíkin og farvegurinn ef við hugsum okkur bara að
fyrirtæki sem kannski búið að vera til í sko dálítið lengi, það hefur svona sínar leiðir að gera hlutina, það allt svolítið sett, það henta kannski ekki rosalega vel til þess að búa til sko sprotaeiningu innan þeirra einingar, þó að þessi vilji og hugmynd og allt svoleiðis og jafnvel fólk, þú verður nú að segja við skulum gera hann sprota en við viljum bara gera hann annars staðar við viljum ekki sjá okkur inn í þessu húsi og það kannski veist, á sínu tíma þegar hérna 98 það átti í raun og veru var hugmyndin að sameina Hagkaup og Bónus og ég var að stýra Hagkaup og Guðmundur Martinsson var að stýra Bónus og við vissum það alveg báðir að þetta væri algjörlega fatalt sko. Og sem betur fyrir var bara með okkur fólk sem að hugsa þetta mun aldrei ganga upp sko, á þeim tíma. Ætluðu þá bara búið til eitthvað hybrid Hagkaup Bónus? Ég bara, veist, þá átti bara saman innkaupin og markaðsstarfsemin og allt þetta, en þetta voru bara veist, Hagkaup var bara 40 ára gamalt fyrirtæki veist, hérna og bara allt annað venjur, allt ennur stemming Bónus var bara ungt fyrirtæki rosa aggressíft og gerðu hlutina bara öðruvísi og hver ætlar að ráða í þeirri sameiningu þannig að ég held ofta þess að svona veist, og það einhver gömul setning sem segir veist, það engar sameiningar, það bara takeovers og ég held hún sé bara dálítið rétt og í þessum fyrirtækjum, bara alveg svo þegar við tókum hérna, til dæmis að við horfum á Syndis sem fyrirtæki Syndis var semst, það var öryggisteymi inn í Orgo en við kaupum í raun og veru Syndis og við mörðsum öryggisteyminu út úr Orgo inn í Syndis samt var öryggisteymi stærra heldur en starfsmannafjöldi Syndis að því að við vildum fá dýnamíkina þeir fóru úr því að vera sko voru 15 í það að vera 50 á 2 árum og það það sem að spennandi að getur sko hérna og mér finnst í raun og veru bara svona veist, að geta búið til fyrirtæki sem að það sem að teymið hefur algjörlega sömu markmið og þú bara með svona pínu pure player í einhverju verkefni veist, það eru bara allir í þessu og það kannski pínu svona sorglegt á íslenska skráða hlutabréfamarkaðnum það eru bara mjög fá félög sem eru svona hrein þú bara út með Marel út með Össur út með Alvotech út með einhverju banka og eitthvað svo leiðis hrein, ertu að tala flugfélög við erum bara að gera eitt já flugfélög við erum bara að gera eitt hlut og allir hérna inni sem eru í bátnum eru bara að reyna að gera betur við þann viðskiptavin en ekki í mörgum hólfum þannig að þú skilur ekkit alveg fyrirtækið og þú skilur ekkit alveg fyrir hvernig ég að vinna og það svona veist, það bara svolítið smæð hérna markaðarins en mér finnst það skemmtilegustu fyrirtækin þess að hún svona einhverjum hreinleika Sko við tökum krónu aðeins betur eftir mér langar samt að spyrja þegar þú talaðir kannski var það fyrir þátt en það var lítil samgefna markaðarinn þegar krónu kemur inn en ég hlusta á okkar gott viðtal dagina sem var að tala að sem var reyndu stjórnandi sem talaði að hans helstu mistök á sínu viðskiptaferli var að horfa of mikið á samkeppnisaðila en ekki bara einbeita sér hvað hann sjálfur ætti að gera. Er það tengja við þetta? Algjörlega. Og þetta var stór hluti af strategíu krónunar. Það var að hætta að elda. Já, og bara gera eitthvað nýtt. Já, bara látum þá elda. Já, einmitt. Er það ekki the way to go? Já, minna algjörlega, því að þá ferður að búa til þína eigin staðsetning á markaði. En þú náttúrulega verður líka að hugsa sko, þú mátt ekki bara vera öðruvísi til að vera öðruvísi sko. Já, nei, það er rétt, já. Þú verður bæði það verður bæði að vera sko þörf fyrir það að vera öðruvísi og þú verður náttúrulega líka að hafa strúktúrin til að geta öðruvísi sko. Já. Þannig að það er ekki bara að segja, nú bara lækkum við verð og svo bara ertu með dýrustu öryggiskeiðu í bransanum. Það verður að hrósa því. Það var mjög áþreifanlegt þegar krónan tók að skrifa verð. Já, engin spurning. Í meina spurningu sem við ræddum við Höllu Tómasdóttir, nýkjörinn fórseta, okkar kona og hans kona líka. Við spurðum hann í byrjun þáttar og þetta nú ekki í handritinu á mér en við langaði bara að spyrja þessu. Vorum að ræða við hana að hún mikið í þessu, hún náttúrulega fástjóri B-team og með þessa samfélagslega ábyrgð og svo framvegis og við vorum að ræða við hana hvort að
einu markmið fyrirtækja ætti að vera hámarka hagnað og arð hluthafa. Hún ekki sammálagi. Hvað finnst þér? Ég sko, hvað arður hluthafa sko? Það verður skilgreina það sko. Ertu þá að tala bara fjárhagslegan arð hluthafa? Já, í raun og veru bara að hámarka arðsemi, eða þess bara hann að hluthafa. Fjárhagslegan ávinning. Já, ekkert annað skiptir máli. Þá þarftu alltaf að spyrja þig, ertu að tala um sko til skemmri tíma eða lengri tíma? Ég sé alltaf, þú lítur að vera að hámarka virði fyrirtækisins til eilíðar. Og til þess að gera það, að þá þarftu náttúrulega að huga að alls konar öðrum þáttum. Já. Af því það ekkit flókið að hámarka arðsemi hluthafa til styttri tíma. Nei. Það, en að hámarka arðsemi hluthafann til lengri tíma, það, ég held að við séum alltaf að tala um sama peningin, sko. Bara hvernig snýrðu honum, sko, og það að búa til, sko, ánað starfsfólk, ánað viðskiptavinni, það býr til arð fyrir hluthafa. Þannig að þetta ekkert einhverju svona ég trú á þetta og þessi trú á þetta. En ég held kannski það sem að Halla brennur fyrir, og ég algjörlega sammálinni þar og hef reynt að ef þú getur unnið keppnina og að sama tíma skila betra samfélagi, af hverju myndir ekki gera það? Já. Að því að það það sem að þegar þú ert að reka fyrirtæki, þá snýst þetta alltaf að vinna. Já. Og ef þú getur gert það þannig að þú skilir einhverju til samfélagsins, og ég sagði og hef sagt bara aftur, ég meina, Orgo til dæmis var kannski fyrirtæki sem á sínum tíma var ekki með það var ekki besta sko return on capital employed sko, en það voru einhverjir ánægðustu starfsmenn sem þú finnur. Hvers virði eru 500 starfsmenn? Ánægði starfsmenn versus 500 óánægði starfsmenn. Þetta held að vera bara unreal. Fyrir hluthafana. Já, fyrir hluthafana. Það enda góð spurning. Þannig að þetta allt svona, veistu, ég held við séum alltaf að tala um og ég held að ég heyri svona, mér er alltaf komin einhver svona það er margir að kvóta sko Friedman. Já. Og ég held að þessi sem að kvóta Friedman ætti kannski að lesa Friedman. Því að maðurinn var alltaf alveg ótrúlega mikið fyrir samfélagslega ábyrgð. Já, einmitt. Og þannig að það er bara og bara ég held að þetta sé allt saman, þetta tengist allt saman og en ég sé hann alveg, ég held síðan að sko hin hliðin á þessu sem að er bara svona ekki vera bara að tala um samfélagslega ábyrgð af því að það eigi að selja vöruna þína ef að varaðin ekki góð. Já. Og það fullt af fyrirtækjum sem kannski það að til dæmis tökum bara sem dæmi hugbúnað fyrirtæki, það tiltölulega svona það að spara 50% af kolefnis útblæstri í hugbúnað fyrirtæki, það bara skiptir engu máli sko. Nei. En kannski í hugbúnað fyrirtæki að bæta jafnrétti kynjanna og fá fleiri konur inn í hugbúnaðgerð, það hluti af samfélags málum. En svo getur þú sagt námufyrirtæki sem að gerir hlutina þannig að þeir skemmi minna, það eitthvað fyrir þá. En við veist allir einhvern veginn henda sér einhvern svona sama vagnin og flokkarusli í mötunetinu og eitthvað svona, mér finnst bara sjálfsagt að gera sko. Já. En mér finnst þú ekki að eins og í matvörufyrirtæki, hvað getur matvörufyrirtæki gert í samfélagsmálum? Minnka matarsóun. Einmitt. Af því að þar hefur möguleikann til að vera með eitthvað contribution sko. Já, algjörlega.
frábært. Já, þetta er náttúrulega áhugaverður heimur sko. Þetta var, sko, ástæðan fyrir að ég spurði þessu er að ég var í alþjóðaviðskiptum daginn í áfanga og kennarinn spurði einfaldlega hvert hlutverk fyrirtæki og þá einfalda svarið mitt eitthvað hámarka hagnað, hámarka arð en svo kannski það meira en það, eða hvað? Já, ég meina, sko, bara eins og Jón að segja, við erum með Söppi sem alltaf með þeir gætu fórna þessu gæðum, gætu ekki verið með þetta allt ferst til skemmri tíma hækka arðsemina en til lengri tíma. Hlutverk fyrirtæki alltaf verðmætasköpun. Einmitt. En sko, að því að sko núna sjálfbærni og sko umhverfið ofalega á baugi ef ekki efst, kannski það sem við erum aðeins að velta stein með þetta, en þú veist, sko þetta svona óbeitt þrýstingur á fyrirtæki í dag, hefur einhvern tíma verið jafn mikill óbeitt þrýstingur á eitthvað annað en grunn, sko rekstrarstarfsemi fyrirtækina? Ég held að það ekki verið svona mikill þrýstingur á umhverfismál áður. Það var reyndar, mikið talað umhverfismál 2004-2005 svo einhvern veginn dattað upp fyrir í hrunnu og í fjármálakrísunni þá bara, og það vill náttúrulega oft svolítið vera svoleiðis og það kannski hefur gerst líka eins núna að í þessu vaxtaumhverfi sem hefur verið í síðastliðin 2 ár þá hafa umhverfismálin aðeins aðeins ítt tilbaka að því að fyrirtækin að reyna að vera sjálfbær en ég held að það hafi alveg verið sko þrýstingur á fyrirtækin bara á annan hátt áður, ég meina hvort sem það var á vöruverði eða laun eða starfsumhverfi og þess að bara á annan hátt en þrýstingurinn í dag miklu hann er miklu gegnsæri því hann náttúrulega bara á alls konar miðlum á 24/7 sko og það kannski munurinn sko og ég held að sé líka mjög varhugavert að við förum við eigum náttúrulega að setja þrýstinga á samfélagsmálin en við eigum auðvitað líka að setja þrýstinga á vöruframboð, vöruverð rekstrarkostnað, aðra þætti. Við erum lélegir neytendur Íslendingar eða hvað? Opin spurning. Þetta er opin spurning sko, mér finnst við dálítið góðir neytendur. Er það? Ég veit ekki hvort, við erum allavega mikli neytendur. Já, við erum mikli neytendur, engin spurning, en sko mér finnst bara ekki, sko, náttúrulega svo umgengst maður bara ákveðin hóp og ákveðin kreis og sín hring, en mér finnst samt enginn vera að pæla neitt mikið í verðvitundi í kringum mig, verðvitundi ekkert gríðarlega mikil. Nei, ég eiginlega sammálaðir þar. Mér finnst við samt íslenski neytendur vera úrræðagóður sko. Já. Við látum ekki bjóða okkur hvað sem Ég náttúrulega ég held að í dag náttúrulega ertu komið með tækin og tólin til þess að vera úrræðagóður og skoða hvað hlutinni kosta annars staðar og það til dæmis í sko í raun og veru allir svona sérvöru á Íslandi þá engin ástæð þess að hún sé dýrari út úr verslun á Íslandi heldur en út úr verslun í Skandinavíu. Það er engin Er ekki bara þá flutningsverðið? Það er engin tollar og neina, ég meina það nú kannski eitt af besta sem hefur verið gert í stjórnmálum á síðastliðnum 10 árum og við svona vantar svona fleiri svona stóra hluti, þú veist, þegar allir tollar voru afnumdir í 2017 og eiginlega allir tollar á sérvöru, þeir eru enda á einhverju tollar á mat og þess að þar. Já, verndartollan er góða. Já, eitthvað má ekki flytja inn, sæta kartöflur frá einhverju löndum og eitthvað mjög skrítið. Og en það er engin ástæð til þess að vöruverð sé og ef það er hærra, þá það ekki að vera meira en sko 5%. Við erum með sama virðisaukaskattstig og í Skandinavíu. Við erum tiltölulega svona sama virðiskeðjumódel, svona rekstrakostnaðamódel og flutningskostnaðurinn er ekki sko að fara hann er ekki að fara að gjörbylta þessari virðiskeðu sko. Ef það væri þá kannski 5% sko. 5%, 7% en það ætti ekki að vera meira en það sko. Algjörlega. Til að slúta Jóni Björnssyni stjórnanda umræðan í bili að þá unnuðum smá heimaðinu og lásum nokkur góð viðtölu Jón fyrir þáttinn. Sko mér varst eitt sérstaklega merkilegt. Quote. Mitt helsta markmið í vinnunni er að gera mig óþarfan með því að búa til frábæran hópa starfsfólki. Fyrirtæki verður ekki dæmt út frá minni frammistöðu heldur hvernig það gengur þegar ég er farin. Mér finnst þetta bara til fyrirmyndar og þá spyr ég bara aftur,
eru það ekki bestu forstjórarnir sem hann kannski tekur ekki eftir og þeir geta farið í burtu og samt funkar allt bara svo smurð vel? Algjörlega. Það er bara markmiðið mitt alltaf. Það er bara ganga í burtu frá betri búi heldur en ég tók við og ég held líka að búa til teymi sem maður getur tekið við. Já. Og það er líka bara gefur þessu pínu gildi sko. En það lítur að vera að vinna að gera sig óþarfan, en það ekki? Fyrst? Jú. Það er vinna sko. Endalaus vinna sko. Ráða gott fólk, sem dæmi? Já, ráða gott fólk og ég hef samt líka unnið bara oft með mjög góðum teimum sem hafa jafnvel verið í fyrirtæki sem ekki hafa verið að ganga en að einhvern veginn að búa til þessa sýn og markmið og fá fólkið borð og ég meina grunnurinn í Krónunni til dæmis var fólk sem var þar áður sko. Já. Við bættum aðeins við í markaðsmálum og ákveðnir hugmyndafræði en rekstrarlega séð bara var þetta hópurinn og sama í magasínskilur það var oppina fólkin í byrjun og það var fólk sem hafi verið þarna áður. Algjörlega. En þá róðu og önnum mið sko nýjastu vinur okkar, Birkir TM ég er búin að skipta við þá lengi og það sem skiptir bestir. Já, þú veist, ég er líka skipt við fleiri og það sem skiptir mig mestu máli er bara góð þjónusta og viðleitni. Já, þetta er það sem við erum að tala um í dag. Það er ekki sjálfsagt hjá tryggingafyrirtæki og viðskiptavinir TM, þeir eru ánægðastir. Og þeir eru ánægðastir líka þegar lendir tjóni. Já, þú veist, það skiptir öllum máli. Af því að þér líður aldrei reitt sérstaklega vel þegar þú lendir í tjóni. Sko. Nei. Og þeir eru framúrskarandi bæði í ráðgjöf og þjónustu. En TM vilja færa okkur yfir í pólitíkina. Sæll. Já, sæll. Byrjum á því, styður Jón Björnsson ríkisstjórnina? Já, ég geði það. Ok. Einn aðeins fáið? Einhver ráðherra sem að standa þarna upp úr á þínu mati? Ég velti mér reyndar ekki mikið sko, upp úr pólitík sko. Ég er bara einhvern veginn án svo þreyttur á henni sko. en ég held svona að það séu að minnsta kosti aðalega við stjórn sem að er með stefnu sem að ég allavega get tekið undir sko. Já. En ég myndi vilja sjá allt öðru sig aðgerðir sko, og miklu meira aðgerðir og kannski eru of ólíkir hópar hana, ég veit ekki. Já. Ertu hrifin að útgjaldafyllir inn? Nei, getur einhver verið hrifin að því? Ég er mjög hrifin að því. Klart. En ég held að útgjaldafyllir er náttúrulega eitthvað sem við köllum yfir okkur út af einhverjum öðrum ástæðum sko. Það er enginn bara að leika sér að búa til kostnað sko. Nei. Við erum að kalla yfir okkar mikið af reglugerðum og þeim fylgir það þarf að koma þeim í framkvæmd og þess að þar og það sem að kannski skortir svolítið finnst mér hjá bara hjá hennu opinbera ég held svona sé tvennt. Já. Annars held ég að það sé ekki margir sem að skilja þetta allt saman hvernig þetta virkar og svo hitt er að það er alltaf þegar maður fer með fyrirtæki í gegnum einhverja breytingar þá ertu með eitthvað plan. Já. Það er eitthvað 2-3 ára plan og þú vinnur en ég finnst svona eins og sko plönin hjá hennu opinbera séu öll bara svona næsti mánuður og reaktífur við einhverja fjölmiðlaumfjöllun. Já, ég sammálaði þar. Og í staðan fyrir að segja, ok, hvað ætlum við að gera í menntakerfinu til 5 ára? Hvað ætlum við að gera í heilbrigðiskerfinu til 5 ára? Hvað ætlum við að gera með stefnumótun í ferðamanniðina til 5 ára og 10 ára? Og ég myndi vilja heyra það frá politikursum. Segja, þetta er sem við ætlum að gera og svona ætlum við að gera það og síðan bara fara að sjá einhverja svona aðgerðir sem hafa bara svona bein áhrif á okkur neytendur. Einmitt. Þetta er nákvæmlega það sem að Áslaug Arna kom inn á hjá okkur daginn. Já, einmitt. Hún var hjartanlega sammála því að henni fyndist bera á því að þingi væri mjög upptekið af því sem væri í deilinu hverju sinni. Og þá gleymast kannski málin sem að skipta miklu meira máli in the long run. Já, sko. Að vera með skýra stefnu og móta hana, svo fylgja henni. Kannski annað í þessu er að við erum búin að tala um fyrirtækjarekstur hérna, þú veist,
ef að ríkisstjórnin, ef við myndum horfa á hana sem fyrirtæki, þar sem þú ert með 3 mismunandi flokk, hann var að tala á hana Jón Björnsson var að tala vera með hrein fyrirtæki, eins og við erum með Kauphöllinni, Marel og fleiri, ekki mörg þú ert með ríkisstjórn, þú ert með 3 mismunandi flokka, eina sem þeir eru að pæla í að þeir koma ágætlega út fyrir næstu kosningar, þetta myndi aldrei fungera sem fyrirtæki. Nei, og það er svona náttúrulega, getum við kannski ekki alveg gert sömu kröfu til sko ráðherra og stjórnenda fyrirtækja. Þurfum við að setja ríkisstjórnin í Kauphöllina? Já, það væri vesen. Ég ekki viss að aukin skrifinska síðan fara að bæta málin sko. En það er náttúrulega margt sem að maður myndi vilja svona myndi vilja sjá meiri aðgerðir í ákveðnum málum og mér finnst við alltaf verið einhvern veginn svona ég satt bara þessum, ég er alltaf mest að horfa á þetta út frá þessum viðskiptalegu þáttum sko og ég held að við séum að setja of mikið af sko reglugerðum í gegn óskoðum og svo eru bara með þessa stofnun og þessa stofnun og þessa stofnun og þessa stofnun en þetta eru frekar lítil fyrirtæki og þetta lendir yfir þetta sko sömu einstaklingunum inn í fyrirtækjunum og það sem þú gerir að þú ert að segja ok, við erum að fara að setja þessar álögur á viðskiptalífið það mun hækka verð og ef þú hækka verð þá myndu búið til verðbólgu ef þú býr til verðbólgu þá myndu hækka vexti og það er svona eins og fólk haldið að peningar hins opinbera sé einhvern veginn öðruvísi peningar það er bara alveg eins og allir hinni peningarnir og það er svona ég veist að vant einhvern veginn svona hvað ætlum við að setja mikið reglum frá mismunandi og þetta er allt saman eitthvað sem kemur frá Evrópusambandinu sko. og hvaða fyrirtæki munu vinna það game, stóru fyrirtækin út af hverju, því þau hafa mannskap og þau geta sett einhverja í verkefnið og haft ásýndina og skýrslurnar og allt saman í lagi þannig að þarna einhvern veginn þurfum við að og síðan erum við að setja alls konar álögur á einhver smá, á lítil fyrirtæki og við verðum að fá fleiri frumkvöðla en ef við fáum fleiri frumkvöðla þá fáum við meiri samkeppni og þá verða stóru fyrirtækin betri en ef við ætlum alltaf að setja frumkvöðlana í bara eitthvað regluhaf þá verður ekki samkeppni þá verður þetta allt saman í einhverju svona 2 aðilar, 3 aðilar og þá þá hættir öll þessi þróun á bara stöðnum við sko. Þarna finnst mér við bara einhvern veginn og síðan alltaf bara svona hlutir eins og í þessu áfengismáli af hverju þarf að taka 4 ár í að bara koma með einhverja reglur ok, vínbúðin ekki vínbúðin það er alveg að setja alls konar reglur í kringum þetta afhendingatíma, opnunatíma hvenær má afhenda, hvenær má ekki afhenda þannig að við erum einhvern veginn að setja bara einhverju skýrari leikreglur og fara svolítið í það við erum alltaf að fara í einhver svona akademískar diskussjónir en við erum bara betur, komum bara með leikreglur það er líka skýrt dæmi það virðist bara vanta alla stefnu og þetta er svo reaktíft sjá bara, Hagkaup er að fara að gera þetta af stað. Þetta er búið að liggja fyrir svo lengi en leið og þetta er komið í fréttirnar að einhver smásölur sé að fara að gera þetta í búðir þá verður það bregðst sem er náttúrulega allt of seint. Þetta er stefnuleysi eða hvað? Já, þetta hefur náttúrulega samt þetta hefur það hefur verið umtalum þetta mjög lengi og það er náttúrulega, ég manna bara fyrir einhverjum 20 árum síðan þá var nú ákveðin matvöruverslun sem að bjó nú til Var ekki þið í Hagkaup? Nei, ég var ekki, það var Nýkaup. Já, Nýkaup, já. Og þeir bjuggu til bara ætluðu að opna vindeild og það koma bara mjög svona backfire aðeins á þá frá neytendum. Ok. En núna virðist þetta algjörlega hafa breyst og að því að það er alveg hægt að búa til reglur og þess að það er kringum þetta og ég auðvitað skilja allir lýðheilsu sjónamið en getum við þá rætt bara lýðheilsu sjónamið og hvernig við getum en við getum ekki ekki ætlum að fara í það að segja ég má panta í erlendri netverslun en ég má ekki panta í innlendri netverslun þannig að við erum að basically að íta því að þeir sem vilja eitthvað ákveðið vín eða eitthvað ákveðið þeir fara bara á netið og svo fá þetta bara sendt úr einhverju erlendri netverslun
þá munum við bara tapa störfum frá Íslandi sko. Þetta svo grund fyrir utan að við töpum bara peningi kassan, bara virðisauka og allt þetta sko. Ég er sko hjartalega sammála hver einasta árið sem Jón var að tala um sko. Bara hjartalega sammála ekki spurning sko aftur örsnögt að pólitíkinni, hversu sáttu varstu að Halla Tómasdóttir hafi orðið næstu? Ég var mjög sáttur sko, við Halla búin að þekkjast frá að við vorum úlingar sko og ég veit alveg hvaða konu hún hefur að geyma og ég bara treysti henni alveg ótrúlega vel í þetta leiðtogahlutverk. Já, hún stóð sig eins og hetja. Já, og bara mjög flott hjá henni og ég hún bara alltaf að bjarga heiminum. Já. Og vill bara gera að við verðum betri í mörgum þáttum. Þannig að ég held að það sé bara spennandi og ég held að það sé líka bara áhugavert að fá ólíka forseta. Sammála þeim. Ég held að sé engin þörf á því og ég held að sama með sko forstjóra í fyrirtækjum, ég held að sé mikið þörf á því að fá sko ólíka forstjóra. Ekki alltaf og það er mikið atriði þar líka að endurnýja bara. Já, einmitt. Klárt. Sko, við erum búin að bera kræsingar á borð. Heldur betur, bútt var út allt og ég er einu í honum en hinn í klaka. Já, við erum í klakanum í dag. Jón, þú bara gengur í döðlurnar. En ég var aðeins samt við, ef þú byrjar, þá hættir ekki. Einu sinni smakkað, þú getur ekki hætt. David Jones, við erum með lakrísinn í dag, en Sour Cola, fyrst í bottle sjálf. Jafnvel að við sendum Jón Klifiðan heim. Já, við sendum hann heim með góðan glæðning, svo eru sjálfsögðu einmitt, eins og segir, með búttverðin. Tjarneska gullið. Sá er góður bara. Og við fórum til Rolf Jóhannsson í gær og spurðum hvernig gengur og Atli sagði, það gengur vel. Já, hann hetti booming, business is booming. Og við fögnum því. Við fögnum því þegar það gengur vel í atvinnulífinu. Mér finnst alltaf fáir halda með atvinnulífinu og alltaf margir vilja draga niður það sem vel gengur. En það er efni annað þátt. Við ætlum að færa okkur yfir tíman í Danmörku. Já. Snertum við þetta á því áðan en nú varstu forstjóri Magazine du Nord. Eru stjórnarhættir í Danmörku mikið frábrugðnir íslensku fyrirkomulagi? Nei, ekki í dag held ég. Eru kannski voru það en ég held að séu það ekki í dag. Ég held að við séum að verða líkari þeim. Já. Og en þeir hafa svona þeir eru skipulagðir en við. Já. Planaldi vikum eða ekki? Já, planaldi elska vikur og dagbækur. Eina þjóðin í heiminum sem að seljast sko tvöfalt fleiri dagbækur heldur en fólksfjöldi. Og svo hafa þeir svona sérstakann þeir hafa svona sérstaka, hvað við kalla það svona þeir svona hvernig þeir plana fundi og þess að það er aldrei hægt að hringja í sko Dan og segja, við þurfum að hittast og þá fer hann í dagbókina og svo er alltaf, já, hvað segir hérna viku 17 og það er kannski eftir 2 vikur þá eða eitthvað og maður segir, já, nei, ég kannski bara en hvað með bara á morgun? Nei, ég bara ekki, það er bara ekki, það er ekki að sé ekkert í dagbókinni, það er ekki hægt að plana með svona stundum fyrir. Ég ætla að taka þér rólega á morgun, sko. Já, það er bara, við erum ekki að fara að setja núna, bara það fer allt í, það fer allt í mínus, sko, en þau eru skipuleg og þau eru dugleg og alveg gríðarlega mikil þekking og sérstaklega í þessum, í smásölubransa er náttúrulega bara Daninn búin að vera mjög framarlega mjög lengi og líka bara í alls konar vöruframstöð þannig að Hvernig tóku Danir í Íslendinga á þessum tíma? Þetta er 2005 til 2012. Já. Og eru Danir að horfa okkur eins og við horfum að Færeyinga? Ég reyndar sko ber svo mikla virðingu fyrir Færeyingum að þeir eru svo duglegir og sá Færeyingur sem að ég þekki nú best og er nú einn besti kaupmaður á Íslandi hann er nú bara með þeim harduglugustu sem að ég hef nokkuð tíman heitt sko. Þannig að ég er mikil virðing fyrir þeim. Ég held að þeir hafi nú ekki alveg skilið hvað var í gangi þarna fyrst en ég allavega hafði enga svona já, mér fannst þetta bara frábært og þeir sá alveg hvað við vorum að reyna að gera og ég held að þá fjölmiðlar geti agnúast út í eitthvað eða sagt eitthvað, þá má maður ekkit eitthvað
veist, maður verður bara svona eru bara fjölmiðlar þeir eru bara, þetta bara eitthvað svona sjónarhótt sem þeir hafa og en veist þannig ég held að það bara verið okkur hafa bara verið tekið ágætlega og við fengum ekkit svona eins og maður segir sko þetta var ekkit unfair sko. Nei, klart. Hvað þetta stórt batteri þegar þú tekur við stjórnendum? Þetta var að velta ykkur 50 miljórum. Það var ekki meira en það? Nei. Þetta var ekki meira en það. Með ykkur svona 2000 starfsmenn, 1500, 2000. Þarna, auðvitað eftir bara reyndu stjórnandi þessu og komum fram áður en þarftu aldrei að klípa þig þegar þú tekur við starfið það sem bara ert yfir 2000 starfsmönnum sem dæmi mætti til Danmerkur? Jú, ég meina, ég held að maður hefur alveg fengið hérna, ég kannski en svona fengið einhvern svona hvað kallar maður það svona hérna að maður ætti ekki að vera þarna að maður ætti ekki skilja að vera þarna og ég held ég að við fengið það bæði þegar ég byrjaði að hægja upp 29 ára og aftur þegar ég byrjaði í magasín en það eins og að fer mjög hratt en þú áttaði á því að ég ekkert öðru vísi. Nei. Stór fyrirtæki ekkert öðru vísi heldur en lítil fyrirtæki bara meira fleira fólk og veist, þannig að það eru geta fleiri boltar dotti í gólfið þannig séð og þú kannski lengur að pikka það upp og þarf meiri samskiptum og að halda en þannig séð vandist það mjög hratt sko. Og þú einhvern veginn, svo áttarðu bara á því kannski svo bara 6 mánuðum seinna og hugsaðu bara váka þetta nú lítið samfélagina. Einmitt, já. Þó það hafi verið 17 sinnum stærra heldur en íslenskt sko samfélag. Og þannig að nei, ég held að það sé það sem að fólk lendir að líða og fær svona einhvern imposter syndrom og svo hverfur hann eftir einhverjar vikur. Já. Þú ert þarna í einhver 7 ár. Ef þú ferð aðeins bara í mjög víðtæk spurning, opin spurning bara frá því þú byrjar og frá því þú lætur að störfum hvernig gekk þetta og hvernig leiðir Þetta bara gekk vel og hérna við náðum svona, veist, þetta var rosalega erfitt í byrjun bæði bara þegar fyrirtæki stóð mjög illa það var bara hérna við þurftum að loka 3 búðum og segja upp 200 manns og bara vinna með fólkinu og við þurftum að fá byrgja á okkar band og það var alveg áskorun en það var hins vegar veist, gott heimi og viðskiptavinni vildu að við myndum ná árangri. Þeir vildu eiga gott magasín. Þetta svolítið svona þetta pínu fyrirtæki sem að þeim þykir mjög væntum. Já. Þannig að þeim langar ekkit að þessu fyrirtæki gangi illa sko. Þannig að það var hérna bara mjög gott og síðan alltaf kemur fjármálakreppan 2000 og hún eiginlega þarna lendir á okkur svona haust 2008 og það sem að maður sá þar sko sem að kannski svona ólíkt sem að ég hef ekki séð hérna þá fara einhvern veginn svona það er að koma fjármálakreppa, vextir fara að hækka og það bara renna allir upp í ösunum sko. Já, ok. Nú erum við bara ekki að fara að eyða krónu. Nú bara ekki flott að eyða peningum. Og það einhvern veginn svona kannski hlutur sem að við erum ekki einhvern veginn farin að gera alveg á Íslandi sko. Við erum ekki kunna að umgangast vexti. Jú, við breytum bara í verðtryggt og Já, það náttúrulega bara já, það nú bara einhvern svona veist, galdur sem að kemur alveg svo út sko. Var þetta ekki, að Jón að tala um þetta við vorum að tala um þetta þætti daginn svona nokkra vikur, jafnvel mánuði síðan það sem að sko, voru vextir hækkaðir 25 púnta í Bretlandi eitthvað og það bara stór sást á öllum smásöluverslunum hérna á Íslandi, hækka bara yfirdráttin skiptir engum máli sko. Já, en þetta líka samt sko að því síðan sko á sama tíma bara að maður hugsa því þið byrjuðu nú hérna að tala um sko íbúðaverð sko og veist, ég veit nú ekki, þið hérna, það væri nú gaman að sjá sko hvernig íbúðaverð hafi þróast á síðustu 20-25 árum bara fyrir hérna aldurshópin fyrstu íbúðina hvað bara hún kostaði og hvað hún mikið af þeim ráðstöfunartekjum sem að kannski ungur einstaklingur að koma út úr háskóla segjum 2000 versus 2024
og ég man að þegar ég kemur úr háskóla og við förum að kaupa okkur íbúð, þetta var ekkit rosalega erfitt. Nei. Og íbúðina, þú veist, það bara þess vegna ég að hugsa svona byrju, er verð á íbúðum búið að komið á svona, og ég man að þegar ég var að bera saman þá sko, verð á íbúðum, kannski sérstaklega þegar ég fluttið til Danmörkur, þegar maður var það sem maður fór í hús sem var alveg eins og húsið sem ég bjóði hérna heila stærðu þess og þar, og jafn langt frá miðbænum og húsið sem ég var með á Íslandi, en það kostaði 2-falt meira. Já. Það kostaði ekki 2-falt meira að byggja það sko, það var bara Einmitt. og ég segi, ok, er fasteignaverð þá komið á einhvern stað núna hérna á Íslandi, að það er orðið sambarlegt við Skandinavíu. Ég svona sýnist það, það séu mjög vísindarlega kannanir bak við það, þannig að ég er bara svona meira gott feeling. Já. En erum við sko, veist, þegar við segjum háir vextir, erum við komið með einhverja tilfinningu á því hvað það er? Líklega ekki. Veist, eru háir vextir 6% eða 8%? Að ég í raun og vera endanum þá er þetta einhver tilfinning, hvar hættiru, hvað dreguru úr neyslu. Já. Ég meina, já, sko þetta er ekki tala, það er ekki bara setjum þetta bara í 12 og þá vitum við allir hætta. Þetta góða punktur. Því við vitum ekki hvort okkur þykir 12 hátt eða lágt. Við bara, okkur þykir lítið hátt. En byrju Bandaríkin tala alltaf 2-3%, eitthvað markmið þar. Já, en Bandaríkjamenn eru vanir þessum lágu vöxtum. Við erum ekkert vanir þessum lágu vöxtum þó að ein kynslóð sé búin að vera lága vexti í einhver 10 ár. Ég man alveg hvernig vexti voru þegar ég flutti hérna heim sko. Já. Þannig að ég byrjaði mína fyrstu vinnu og þá er sko hérna 20% verðbólga. Og við breytum hérna verðunum einu svona í mánuði sko. Það var alltaf bara, ertu nýja verðlistin komin? Bara alltaf í hverju mánuði var nýja verðlisti. Og þannig að ég held að þetta snúist stótið mikið það við virðumst ekki kunna að umgangast vaxta töluna. Við vitum ekki hvað háa vextir eru. En væri sko, auðvitað getum við ekki keppt við dollarann sem er náttúrulega bara leiðandi heimsmynd, en þú veist 6-7%, er það til ómikils mælst? Ég veit ekki. Það er bara, veist, ef við hættum ekki að eyða peningum þá viltu talan að vera hærri, en það er það sem við þurfum einhvern veginn að læra. Byrju, heyrðu, þegar þetta gerist, þá þurfum við að hætta eða peningum. Já, en það sem að Seðlabankinn er búin að vera að brenna sig á núna er að vaxtahækkanir hans hafa ekki verið að býta jafn mikið á hann vildi, en Ásgeir reyndi að tala um að þetta tekur 6 mánuði og mögulega er að sjá einhverju höfnu núna, en ég spyr þá, er það Seðlabankanum að kenna? Já. Það eru við sem eðum peningunum? Hið opinberið er að eða peningum. Líka, ég meina það, en líka við. Já, klárt, já. Já, það er bara frábært spurning. Þetta eru pælingar. En líka, sko eignarsöfnum milli kynslóða, mér finnst bara merkilegt að nefna að það hafi ekki verið það erfitt að kaupa sér hús á þessum tíma, sko. Já. Og bara, þú veist, hvernig lífeyrir fólks er bara svo stórum hlutabundin í fasteigninni, sko. Og hvernig það mun þróa síðan núna, sko. Ég maður bara, komandi út úr háskóla, 23 ára gamall, ég pældi bara ekkert í hvað vexti voru. Nei. Ég pældi bara, hvað fæ ég útborga og hvað kostar íbúðin? Já, einmitt. Já, algjörlega. Sko, aftur í heimavinu þáttarins, þegar Jón tók við Magasín du Nord, eitt af fyrstu verkefni Jóns eftir hann tók við sér fóstfyrir var að ganga vestanhúsnæði með stafræna myndavél árið 2005 og taka myndir. Hann safnaði myndunum síðan í möppu til að átta sig betur á þessi þurft að laga. Þegar hann sýnir möppuna má meðal hann sjá mynd af tugum skópara í háu fjalli á borðið að þessi viðskiptavinur þurftu sjálfir að para saman hægri og vinstri skó. Þar má líka sjá tómar hillur og staflaða buxum sem eru við það að detta á gólfið. Þetta staðan árið 2005 þegar hún mætir. Já, og þessi aðferðafræði mínu var ekki vinsæl. Nei. Já, við erum við stafræna myndavél. Ég bara Já, bara taka myndir og svo bara senda þær og segja við viljum ekki hafa þetta svona og við viljum hafa þetta svona og ég tók líka myndir sem að litu vel út og það eru meira svona og þess að þar og en það var bara til að geta aukið yfirferðina og meiri hraða og geta haft verið tíðari samskiptum hvað við vorum að reyna að gera. Við vorum í umbreytingaverkefni. Já. Og það er alveg það er mikilvægt fyrir stjórnanda
að koma inn og ef að þú ert að fara í umbreytingaverkefni þá verður að segja ég er að fara í umbreytingaverkefni þú mátt ekki segja ég er ekki að fara og svo byrjar bara eitthvað að fara veist, að því að stefna það, veist, hún þarf ekki að vera fullkomin en hún þarf að vera þú ert að segja frá henni hvað viltu að við gerum hvert eru við að fara og útskýra auðvitað viltu fá aðlana með þér í þá vegferð að það samskiptin eru mikilvægast til hluturinn og ég held bara í öllum þessum fyrirtækjarekstri þá eru samskipti bara algjörlega grunn elementi í því að ná árangri. Erfitt sko, ef við tökum svona dæmi þú tekið fórstjórastólum á mörgum fyrirtækjum og ert að taka við einhverjum forverum pælir einhvern tímann í herri ég þarf að mæta það er einhver gífulega vinsæll fórstjóri sem er að fara og ég er að taka við það maður að mæta með eitthvað bang og kannski segja upp fullt af fólki til að sína að þú ætlar að sína aðhald eða mismunandi eða Nei, maður gera það ekki. Nei, ég gera það ekki alltaf, þetta er teimið sem ég er að fara að vinna með. Já. Og þá erum við bara að fara inn í herbyggju og segja, ok, hvert erum við að fara, hvernig ætlum við að gera það? Og þú getur verið með einhverja hugmyndi og einhverja sýn og eitthvað í kollinu og þegar ég vil fara þangað. Þú testar það á hópnum og ég meina ef að hópurinn ætlar ekki að fara þangað þá er alveg hörut að þú ert ekki að fara þangað. En besta leiðin er ekki að láta viðskiptavinum para saman hægri og vinstri sko? Nei, það gafst ekki vel sko. En þetta, veist ég meina þarna, og það var kannski verkefni í þessu fyrirtæki er að, og það sem að aðilar sáu er að fyrirtæki átti sko enga peninga en gríðarlega mikið að byrðum. Og við erum bara gjör svo vel að koma þessum byrðum í peninga til þess að geta farið í umbreytingaverkefni í fyrirtækinu. Það var alltaf áherslan í byrjun að bara við þurfum að koma þessum vörum út. Og þú talar að hvaða ráð eru þá? Önnur en að lækka verð? Framstillingar, lækka verð, markmið, fá hópinn með þér til að selja meira, það er það sem þú ert að gera og náttúrulega markastarfið og þess að þá kemur þetta en náttúrulega það er ekkert sem að virkar jafn hratt og bara lækka verð. Þú talar að 2008 að Magasín var með stór fyrirtækis heilkenni. Hvað áttu við með því? Ég held að þetta sé einhver þýðingur einhverju dönsku blaði. Já, líklega. Tjús heimaður og það sé á við með því er að þú, sérst þetta fyrirtæki hafa alltaf verið stór fyrirtæki og þeir sem að unnu þar héldu þeir var að vinna hjá stór fyrirtæki og stjórnendurnir hegðuðu sér svolítið þannig og þetta er alveg gerist alveg hjá íslenskum fyrirtækjum líka sko. og það þegar þú ferð að vera upptekin af sko, umgjörðuninni og titlinuðinum og þess að þar þá ertu kannski, þarftu svolítið að spyrja þig, er það best fyrir fyrirtækið? Og það er alltaf spurningi sem allir stjórnendur þurfa að spyrja sig, er þetta best fyrir fyrirtækið, er þetta best fyrir mig? Það getur látið að para saman, þá er það allt í lagi. Það þarf að vera gott fyrir fyrirtækið. Og þarna var bara svona, bara sem dæmi, þegar ég byrjaði þarna, þá labba ég inn á skrifstofu sem var svona 100 fermetrar. Og það var búið að setja krossant á borðið og banana og epli og það voru 2 rittarar. Mér fannst eiginlega, það var veggur sem að var á ganginum með öllum mynda, öllum fyrrum stjórnendum og stjórnum í svona giltnum ramma. Stjórnendinni kölluðu þetta Hall of Fame. Starfsfólki kölluðu þetta Death Row. Og ég sagði, við skulum taka niður hennar vegg. Hann er ekki að gera neitt fyrir okkur. Og ég ætla að fara út af þessu skrifstofu. Ég var ekki vanur að hafa skrifstofu en þannig að það er að ég segja svona og þú umgekkst í raun og veru önnur fyrirtæki sem voru miklu stærri heldur en þetta fyrirtæki og þannig að þú veist alltaf að presentera því sem stórt fyrirtæki þegar í raun og veru var þetta ekki droslega stórt fyrirtæki þó að fermaðurinn séu margir og starfsfólki séu mikið samt að velta 50 milljörðum. Jú, en þetta er smásala og smásala er þann, þú ert að velta það eru mikil umsvið í veltu en í raun og verið stjórnendateymið ekkert stórt við vorum til að byrja með vorum við 130 á skrifstofu og vorum svo komin inn í eitthvað svona 90 þegar við vorum búin að slípa þetta eitthvað til
og það ekkert eitthvað rosalega stór skrifstofa sem sér allt einmitt. Og þannig að en ef þú einhvern veginn veist, og þetta bara svona líka í hverju eru stjórnirnir, af hverju eru þeir uppteknir að því að veist, vera á gólfi og reyna að bæta prósessana og finna leiðir til að gera betur og finna nýja vöru sem að hægt að selja á betra verði eða herri gæðum eða ertu upptekinn að vera á einhverju ráðstefnu út í bæ eða hitta þennan eða veist, ég einhvern veginn líka stundum veist, þessi ytri þættir í umhverfinu svona, þessi hagfræði þættir sem allir tala um hái vextir og mikið atvinnuleysi og svona, stundum er bara rosalega gott að bara hugsa ekkert út í það og ég hugsa ofta þegar ég fer í mitt fyrsta starf þá ég bara svo þá ég bara ekki klárar en það ég bara ekkert að pæli því hver verðbólgan ég bara ekkert að pæli því hver margir atvinnuleysi að eina sem ég var að pæli ég ætla að auka söluna 20% og það ferðu bara út með það verkefni en ef einhver segir, nei það ekki hægt að þið verðbólgan þetta er svona, það ekki hægt að gera þetta núna þá náttúrulega bara setur þeir einhver lág markmið og ok þannig að ég held að svona stundum að þá og þetta var bara svona típist fyrirtæki sem þetta var náttúrulega fyrirtæki á sínum tíma, það var sko 176 magasínbúðir í Danmörku En féll þetta ekki vel í kramið á starfsmennum á skrifstofunni? Mjög vel, og þetta fell mjög vel í kramið á starffólkinu á gólfinu og það var það sem kannski skiptir rosa máli þegar þú ert að fara það er ekki gaman að segja upp 130 starfsmennum því að það er eitthvað sem að það er ekki þeim að kenna að fyrirtækinu gekk svona illa Nei, einmitt Aftur í heimaveruna og þetta er líklega danska greinin Jón var með 5 grunnreglur sem hann fylgdi með eins og þræll Númer 1 er varan í hillunni Númer 2 er rétta varan í hillunni Númer 3 er henni stilt upp á réttan hátt Númer 4 er verði rétt og endingu er verslunin hrein og snirtileg Ég tók myndindan til að komast að þessu og maka sín fjall í það skiptið á öllum 5 Já, þetta er nú bara lærdómur sem ég hafði úr Hagkaup og ég var það heppinn að fá svona amerískan ráðgjafa sem var þegar ég var að byrja í Hagkaup sem innkaupastjóri sem að bara labbaði með mér í gegnum búðuna svona og límdi gula póstið með á hvernig einasta rekka og á henni stóð númer 1, 2, 3, 4, 5 og svo bara áttu við að fara í það að laga það sem var að og það var þessi listi og ég bara fór með hann til Danmerkur og við bara fórum í það sama og ég held að þessi listi sé ennþá notaður sko. Já, ég trúi því alveg ef þessi 5 matur er á hreinu þá vart ég heldur góð málum sko. En ef ekkert tekar þá ég vesenni held ég Fyrir þá sem ekki vita, sko, ef þú ert að reka smásöluverslun og það eru ákveðna vörur sem ekki í hillunni er það byrgjarnir sem að sjá að fylla á alla vörur eða er það bara misjamt? Já, það er bara misjamt og ef að byrgin er að sjá þetta, er þá hægt að vera bara með svipun á honum eða hvernig virkar það? Já, það er eitthvað að samskipt honum við hann sko. Svipur virkar nú yfirleitt ekki vel nema bara í mjög gaman tíma sko. Nei, þú trefnir á gulrótunum Já, samskiptum, ég held að svipa er bara svona, hún virkar alveg vel í 3 daga sko, svo náttúrulega er bara búið að lemja viðkomandi hana og hún langar ekki að koma aftur sko. Nei Algjörlega Kontakt fyrirtækja ráðgjöf Jú, svo langt besta Ráðgjöf til fyrirtækja sem eru að gangi í gegnum fjárhagslega erfiðleika, skipulagsbreytingar eða aðra áskoranir Þeim finnst þér óháð vextir Þeir gáða það út í gerð og mér finnst þeir vera besta ráðgjöf landsins þetta er allt bara hlutlegt sko. En Kontakt þeir vilja færa sig yfir í nýjustu tísku það er gervigreindin Það lítur út fyrir stórfellda tilfærslu á störfum með aukinni gervigreind og sjálfvirknivæðingu á næsta áratugnum og áratugum. Hvernig hefur að skipta ágóðunum í framtíðinni þegar tæknin er búin að leysa mannshugan af og mannshendurnar? Já, það er bara mjög áhugavert sko. Já. Ég ætla nú ekki að gera spámaður um það hvernig þetta gervigreindarmál sko, við náttúrulega erum búin að vera að nota gervigreind í alls konar hlutum skilur í töluvera tíma en það er náttúrulega rosalega gaman alltaf ef að tækni getur hjálpað að varpa ljósi á einhverja hluti sem að við kannski nú búin að vera að ströggla við að gera eða hefum gert bara með mjög miklum tilkostnaði
veist, til dæmis eins og bara öruvöndun og þess að tala og segja bara, herru, við getum bara að skoða hvernig það hefur verið og látið gerfugrindina taka hérna data frá síðustu 8 árum og þetta mun gerast. Þannig að mannsöndin þurfi til dæmis ekki að vera í leiðilegri vinnu eins og að sjá miklu pantanir. Einmitt. Þannig að ég held að sé fullt af skemmtilegum verkefnum og ég held að við þurfum ekki að hafa ágjörð Ef þú horfir til dæmis á, sorry, gripum fram þér ef við tökum, þú veist að stærri magasín, Högum, Krónunni sérðu mörg störf sem voru þarna sem við myndir hugsa bara gerfugreiti myndi afgreita nano núna kannski eitthvað sem að gerfugreiti myndi kannski gera betur semst og hérna og einfaldara þannig að viðkomandi aðili gæti kannski verið að gera eitthvað annað og ég held að það sé alveg, við sjáum það alveg í smásöluverslunum í dag að það er verið að nota mjög flott kerfi og sjálfsækurslega hefur tekið fært fólki í önnur störf sem hefur þá fengið búðina til að líta betur út sem að náttúrulega hjálpar þá við okkar upplifun sem að er í raun og vera að skila sér í það við erum að borga sama vöruverð en upplifunin er betri Saknar þú beltakassans? Nei, ekki þannig ég fenn stundum á hann svona bara Já, hann var alveg hérna Ég sá að var eitthvað daginn að eitthvað stór fyrirtæki ætla að hætta með sjálfsökulega að fara bara í beltakassana en er það ekki framtíðin hlýtur að vera að það verða bara engir beltakassar eða hvað? Jú, ég held að vera ekki beltakassar svona í framtíðinni, ég held að styrfi ekki ég held að það hlýtur náttúrulega á endanum að vera þannig að Engir kassar? Veist að það þurfi við enga kassa einmitt fyrir utan það En við erum að færi okkur yfir í alvöru subjectina núna ég finnst þetta mjög flott fyrirtæki og ég veit að Pingibrósar sem feiku Jón Björnsson í þáttinn þeir klikkuðu á nokkur spurningum sem við erum með Já, en þeir eru flotti sann Þeir eru geggjaðir, við erum í stúdíónu þeirra Já, þannig að það er skotið tölum velið þá Já, ég elska það Þú ákvæmst að láta starfi forstjóri í lok apríl þessu ári byrjum á því akkur ákvæmst að kalla þetta gott Ég er búin að gera það sem að ég geti gert vel og bara taldi það annar aðili geti unnið tekið við því og gert betri hluti Já Svo einfalt er það Já, þannig hefur það bara verið með önnur störf líka ég kannski eina starfið sem að ég svona farið úr það sem ég sagði ég meina ég fór eðlilega úr Högum í magasína því að magasín var mjög spennandi og bara mikið challenge verkefni og ég fór algjörlega úr magasín bara því að ég sagði þetta er bara komið gott þetta er komið 7 ári, ég er bara farin að vera pínu fyrir þetta Veistu, sorry, kannski er þetta útskýrað en getur þú útskýrt tilfinninguna sem þú áttaði bara á því bara, þetta er komið gott eða? Ég meina, þú ferð inn í einhver verkefni og segir, ég held að þurfa að gera þetta og þetta og þetta og svo setur þau í gang og þú vonandi nærið árangri með sem flestir að og svo er einhver verkefni sem þú segir, ég er ekki farin á árangri með þetta en ég er allan að koma með undirstöðunar til þess að sé hægt að ná þessum árangri og ég held að maður þurfi líka að svolítið svona að brenna fyrir því að ná árangrunum þar og kannski að maður horfir á Orgo og mjög fjölbreytt fyrirtæki og mjög ólíkt mjög ólík starfsemi og ég bara vissi það alltaf að ég er ekki besti hugbúnaða forstjóri á landinu ég von ekki það hljóta að vera til betri og þá bara sagði ég hins vegar veit alveg að ég er góður í Orgo-lausnum og ég það brann fyrir ákveðna breytingar í hvað var að Syndis og þess og svo bara þessi hugbúnaðar og rekstra þjónusta í IT við erum búin að koma að skipulaginu, við erum komin að rétta mönnunina, við erum komin að rétta dræfið, við erum komin að rétta mælikvarðana, við erum komin all leikkerfi til þess að gera vel en nú þarf að fá einhvern sem að brennur fyrir svona starfsemi til þess að keyra það áfram og það var ekki ég og það var bara það er einhver annar að gera það það er respectable
og síðan bara líka að þegar þú ferð inn í þarna kemur framtakssjóður inn í fyrirtæki, frábært fólk og bara mjög gaman að vinna með þeim og ég bara vona að ég muni vinna einhvern mann aftur með og ég náttúrulega að vinna með þeim áfram í orgulausnum. Það þarftu svolítið að kommitta þig í kannski svona 5-6 ári viðbútt segja, herru, þetta verkefni í 5-6 ár og ég einhvern veginn svona horfði líka á það, ég er náttúrulega orðin alveg eldgamall að ég bara einhvern veginn hefði ekki núna þessi 5 ár í þetta verkefni en ég myndi hafa það kannski eitthvað annað verkefni. Já, algjörlega. Sko, ég velti því fyrir mér að því við erum búin að tala um það hvernig það að vera bara með 30 daga kredit í botni í lágmarki, bara 0 gjörsamlega á hverjum einasta degi að slökkva og elda versus að vera komið með bara svolítið búin að ná því fram sem þú ætlar að ná fram og kannski önnur verkefni sem að bara ég sé ekki gera svo óþarfan en eitthvað ég áttar að því hvar líður þið best? Já Sko ég líður best í annarkot í einu feti eða 30.000 fötum. Já. Og mér líður eiginlega svona temmilega illa allstað þar á milli. Og það meina mér finnst gaman að fara í strategíuna og teikna myndina, hvernig ætlum við að vinna leikinn með hvaða teimi og hvernig og bara það svona mér finnst það óbúslega skemmtilegt og svo finnst mér rosalega gaman að fara og skilja hlutin bara alveg í örundi sínar ef við gerum þetta svona gætum við þá náð þessu og bara skilja virðismódelið, skilja vörurnar sem fara í vörurnar skilja viðskiptavinin þannig að og auðvitað nærmar ekkert að vera í öllum einsfets verkefnunum en ef mann að fara niður í svona þessum að skipta og ef að stjórnendur allir ná að fara í þau verkefni af því ég held að þannig hafi öll fyrirtæki byrjað það er einhver stofnandi sem að er bara þetta er svona þessi gamla setning að svona lokal kaupmaður ef hann er góður eða hún er góð þá getur ekki keppt við viðkomandi og verður bara alltaf betri heldur en keðja sem allar að skala af því að það bara þetta þjónustu human snerting hún fer þannig að þar líður mig best. Já, skemmtilegt. Orego, þið seljið ykkar hlut í Tempo 28 miljardar króna. Það var ekki meira. Var það ekki alvöru svo við slettum aðeins return on investment sem þið fenguð þar? Jú, mjög gott. Sko ég verð að spyrja og ég veit að það eru fleiri sem sendir á mig fyrir þáttinn en ekki móðgast, en hvað gerir Tempo? Og af hverju, ég byrjum að því Tempo bjóð til tímaskráningakerfi ef þeir eru forritarar þá eru það að vinna inn í einhverju umhverfi og þannig að þið og þegar þeir eru að vinna inn í umhverfinu þá eru umhverfið að lesa í hvað verkefni þeir eru að vinna hann er að vinna fyrir þennan kuna hann er að vinna í þessu verkefni hann er að forrita í þessum hugbúna hann er að gera þessa og það er þá getur þú val þá skráir það tímaðinn það kemur bara og segir þú varst að gera þetta í dag Þetta er ekki stimpilkluga Nei, þetta er ekki stimpilkluga en í byrjun var þetta náttúrulega þannig að þú þurftir í raun og voru að setja haka við, sagði, ég er að gera þetta en kerfið lasbyttu, við sáum hérna klukkan 8 þá varst að kóða þetta hérna varstu inn í þessu og það tekur saman allavega þessi gögn og heldur þannig utan tímana hvenær varstu að fundi hvenær varstu í mat hvenær varstu bara í þróunarvinnu hvenær varstu hjá viðskiptavinnu, hvenær varstu að selja og við þurfum að fá þetta verið innan Já, nákvæmlega Ángríns og þarna er til dæmis telja aðilar núna að AI muni gjörbylta þessum hugbúnaði að því að það munir nú segja þér næstu áður en þú gerir hlutin hvað þú munt gera Shit maður þannig að bara segja, AI mun bara skrá fyrir okkur tíman og segja þið gerðu þetta því þið hafi alltaf gert þetta og auðvitað mun þarf að verifæja hluti þannig að það er það sem þetta gerir þess vegna veit til dæmis Orego nákvæmlega bara hvaða
fara margar klukkustundir í þróun, hvað fara margar klukkustundir í fundi, hvað fara margar klukkustundir í sko, veikindi, sölu, bara, það er bara einhverja 12-13 línur, bara, ég bara tekið allt fyrirtækið, alla deildirnar, það bara, þetta eru 1.000.000 tímar á ári, við svona. Shit, þetta ok, 28 milljónir er bara kjör. Það hafið það, þetta er virkilega töff. Það sem var gaman við þetta, að þetta byrjar náttúrulega bara sem svona widget inn í hugbúnaði. Shit. Þannig að þetta er bara rosalega lítið, en það sem að gerðist bara, við förum inn í þetta Atlassian Marketplace og við komumst einhvern veginn þar, nummer 1 og þá er þetta bara, þá bara skala sluturinn svo rosalega rætt. Og síðan Þetta var bara budget í Atlassian hann Já, fyrst sko. Og svo breytist það nú með tímanum og þetta stækkar aðeins umleikis. Síðan í sko COVID, þá springur þetta dálítið út á svona enterprise level, því að þá var svo náttúrulega mikið að hugbúnað fólki bara að vinna heima hjá sér. Og risastór hugbúnaðteymi, jafnvel sko hugbúnaðteymi það sem voru sko ekki 1000 manns í hugbúnaðteymi. Út allan heim. Og þá þarftu náttúrulega einhvern veginn að geta bara, hvað er projektið að fara að kosta? Hvað og þá sprakk þetta aðeins út í verðmætum. Þannig að þetta var mjög skemmtilegt verkefni. En var ekki rétt að selja samt eða? Jú, algjörlega. Ég meina það var bara ekki hægt að það er allt, ég meina það var rétt að selja, það var líka rétt að selja ekki. Já. En við töldum það bara þannig að það verð sem að við fengum fyrir hlutin og höfðum alveg vel fyrir því að fá það verð að það væri hagur hluthafana að selja þessu verði. Ein spurning sem ég með varandi Origo, hvernig er að vera fórstjóri yfir kaupallafyrirtæki þegar að yfirtöku tilbúið á sér stað? Ert þú maður einhverju samráðið þarna eða hvernig virkar þetta? Nei, bara þú bara farið skilum og bara mail bara. Þú bara farið mail, eða símtal. Þannig að Er ekki smá sérst þetta? Jú. Bara við ætlum að taka okkur út á kaupallinni? Heyrið þið? Já, það var kannski kom ekkit alveg hann í byrjun sko, en þú svo sem sko, það var kannski ekkit sérstætt að því að mig grunaði að eitthvað svona myndi gerast einhver tíman í bráð, að því að þarna er náttúrulega fyrirtæki skráð og við seljum Tempo og eftir að Tempo er selt, þá er virði fyrirtækis í raun og veru 12 milljarðar, en af því voru sko 4 milljarðar af reiðufé inn í félaginu. Já, bara eftir söluna. Já, þess að við vorum búin að borga út fyrri aðgreiðsluna og skildum þennan peninga eftir til þess að svona, við vorum ekki alveg búin að ákveða hvernig ætlum við að snúa þessu fyrirtæki áfram og við skulum ekki og þannig að ég átti svo sem þá vorum við orðinni langminnsta félagi í Kaupallinni með bara langminnsta aktivitíð og þá ertu náttúrulega svolítið orðin það mun eitthvað gerast. Já. Þannig að þú varst alveg undirbúin það mun eitthvað gerast. Já, algjörlega. Á þess að vita hvenar og hvernig. Já, algjörlega. Hvernig metur þú framtíðarhorfur Origo? Ég held sér bara mjög spennandi. Ég held að fyrirtæki sé bara í frábæra verkefnum og múin að búa til frábæra umgjörð og með flott heimi til þess að taka þetta verkefni áfram. Algjörlega. Lengjan þeir setja spennu í EM og tippa lengjunni og Jón Björnsson, hann hvetur ykkur til að setja á Spánverjana eða vilja ávaxta krónun ykkar tala með krónuna, festi og krónan. Er ekki satt minnsta ávistunin í sko því að setja á Spánu því að ekki kannski að þú setur á alla 3 leikina sko, en já þú myndir græða mest á að setja á Svisslendingana eða Tyrkina sko en það var líklega VSR sko. Já. Ég held að Frakka taka þetta, en það er nú bara ég. Á maður ekki alltaf að veðja gegn sínu félagi í þessu? Jú, því þá er það vinn-vinn, sko. Já, þá færðu sárabætur eða þeir tapa. Já, og svo náttúrulega góð við lengjun er að þetta rennur í gott málefni, sko, annað en önnur verið ekki. Nú varstu þetta fórstjóri bæði festi og krónunars. Byrjum á því. Gastu séð fyrir þessum tíma að krónan myndi ná þessum miklum hæðum sem við erum búin að ná í dag? Já, við vorum bara með ekkert alveg kannski á degi 1 sko en ég held svona eftir að við opnum búðina í Flatarhrauni í Hafnarfirði sem var svona það sem að við raun og veru verkefnin okkar sem við höfum sett í gang hér og þar í mismunandi búðum, við settum svona pilotverkefni í gang og
við myndum ekki, ef við myndum mistakast þá værum við bara í 1-2 búðum en þau einhvern veginn svona saminuðust í konseptinu sem að Flatarhraun's búðin varð og þegar ég sá einhvern veginn viðtökuna við þeirri búð þá sagði ég, ok, við erum með eitthvað sem er geggjað. Ég verð að spyrja, af hverju ákveðið að loka Nóatúni? Eða skilja eina verslun eftir og svo... Herru, við spurðum viðskiptavinnina. Ok. Hvort þeir vildu Nóatún eða Krónu. Já. Hvað var Nóatún? Sorry, grímum fram við það, við erum ungar hlustendur sem dæmi. Hvað var Nóatún? Nóatún var svona sem sagt bara kallað kjörbúðar hugmynd. Okay. Það var svona svolítið eins og melabúðin. Ok. Og kannski ekki, en samt ekki lokálkaupmaður, því að þeir eru lokal og þeir gera hlutina bara alveg einstaklega vel, af því að þeir eru bara meina búð, þeir þekki allar konuna sína og þú veist alveg hvað þú færð, en þegar þú ætlar að gera þetta á 5, 6, 7 stöðum, þá verður það flóknara. Og en það var sérst einn kúnahópur sem að vildi ekki, það var sérst Nóatún í Austurveri. Já. Og ég var með svona einhvern hubris. Já. Að við gætum búið til eina Nóatúnsbúð sem væri svona pínu melabúð Austurbæjar. Ok. En ég hefði rámt fyrir mig með það. Já. Ætlaðir að mynda svona fjarðarkaupstemmingu? Nei, bara svona melabúðastemmingu. Melabúðastemmingu, já. Og þetta var ekki það stór búð, hún bara eitthvað í 900 fermetrar eitthvað og það var aldrei hægt en hún var með kjötborði og ég ætlaði bara mér fannst þetta einhvern veginn en þetta var fyll og að því að hugmyndafræðin all hinn, hún gekk náttúrulega líka út af það að loka Kjarval og loka út Nóatúnsbúðunum og vera bara með pjúr fyrirtæki. Já. Og ég svona aðeins sveik það gagnvart sjálfum mér og á alveg þá ákvörðun sem sagt og hún bara reyndist röng og hallega sko. Já. Þá bara breytir maður því. Fer einhverju Vesturbænum í melabúðuna? Já, ég get sko sagt þér það. Er það? Já, hún er alltaf smekk. Já, reyndar alltaf þegar ég kerði það fram hér og talaði að telja póka sko, þá er alltaf nú að fólki að ég sko bý í Garabæði, ég fer stundum í melabúðuna. Í alveg? Maður sé líka ótrúlegustu andlit þarna sko, sem er ekkert úr Vesturbænum. Hvernig er verðlagið þarna? Dýrt, en líka vörurnar, þú færður ekki annar staðar sko. Já, þetta er ókipis auðlýsing, alltaf ég held að við vorum ræða fyrir þátt, frekar hann í uppað þáttar. Ég verði eiginlega að koma einu að. Gjörðu svo vel, þetta er þinn þáttur og alltaf. Já, ég veit þetta er ekki kannski mest sexy auðlýsing í heiminum, það er kannski skemmtilega þegar ég tala hvað hummusun er góður og allt það, en ég verði eiginlega að hamra á þessu aftur bara því að ég varði uppnuminn þegar ég tók eftir þessu, skipti yfir alfarið í bónus og bara efnahagsreikningurinn á heimilinu, þessu einsmanns heimili sem ég er að reka. Já, sem mikla heimili sem þú ert að reka. Það stór sá á honum. Já. Algjörlega. Sko, ég heldur að ræða þetta fyrir þátt, frekar en í byrjun þáttar. Sko, módeli kringum Krónuna og það verður að hrósa Jóni Björnsinni og Festi fyrir að þeir bara gjör breyttur leiknum og þeir með bara eiga það. Þetta er geðveikt batteri. Sko, hvernig var markaðurinn á þessum tíma þegar ákveða að opna Krónuna og hvað var planið? Sko, planið var bara að vera með ódýrt vöruverð. Bara við ætlum að koma bara eins og við köllum svona réttu vöruúrvali. Þannig að ódýrt vöruverð var grunnforsendan, bara grunnurinn í strategíunni. Og þar fyrir ofan það var rétt vöruúrval. Af því að ég tel að á mörgum stöðum að þá gleymir fólk því að af hverju ert að fara út í matvörubúð. Já. Það er ekki út af tæknilausninni eða litnum eða þú ert að fara að kaupa einhverja vörur sem þið vantar og þá viltu vera með rétt vöruúrval. Þannig að það er bara pínu svona hvernig býrðu það til og þar bara var ég með ákveðna aðferðafræði og ákveðna hugmyndafræði sem ég sagði ok, við ætlum að gera það svona. Það mun búa til framleiðina sem að gera það verkum að við getum gert þetta svona. Og síðan bara sagði ég ok, við ætlum að reyna að hafa þetta þannig að þér líði ekki illa að fara inn í þessu matvörubúð. Og þar bara satt í mér Facebook-færsla frá dönskum vinum mínum þar sem hann lýsir ferð sinni í gegnum stórmarkað. Okay. Og hann er sérst bara sækir börnin sín 2 á leikskólanum
eftir skólanum í Danmörku og fer svo í maturubúðina og hann þarf bara einhvern veginn lýsið þess og mjög myndir hann hátt þegar hann að klífa yfir bretti af gosi og það detta yfir hann snakkpakkar og síðan segir hann svo kemur maður á beltakassan og það reyna þær í grunninn að drepa mann með sælgæti og ég segi, við viljum ekki vera þetta. Nei. Við viljum bara, þú átt bara geta farið hana með börnin þín og þú ert ekki að þurfa að lenda í áhlaupi á kassanum, nammi áhlaupi þú ert ekki að lenda í nammi áhlaupi og þú ert ekki að lenda í mjög ósangjörnum samningaviðræðum við 30 ára sem að þú getur ekki unnið fyrir framan allan nágranna þeirra og svo bara hugsaðu við ok það má alveg gera þetta þannig að þetta sé svolítið næs og það Jóhannes í bónus sagði þetta alltaf það kostar ekkert meira þetta lítið sæmilega út og bara reyna að vanda það eins við það sem þetta gera nota bara ódýru efnin og þess að bara þetta og svo bara hugsuðu við ok, ég meina það eru mikið að litlum framleiðendum við svona smáatriði skilur ég vil ekki hafa þetta nammi alltaf snúa frá, ég vil hafa vatnið undan gósinu, ég vil hafa hnetundur undan snakkinu og svona bara, ég vil hafa ávistina fremst og svo var þessi vöru úrvals og svo fórum við þessar matasónarpælingar og það var alveg óbúslega erfitt verkefni sem bara að því að tæknilega séð og framkvæmdalega séð þá var þetta bara svona einhver ómöguleiki en einhvern veginn náðu við á einhverjum 2 árum að við gerum fullt af mistökum bara... nafnið Krónan, það náttúrulega gefur þið ætlaði að vera krónudýrari heldur en sanginsælin eða hvað? Njá, við náttúrulega, Krónan náttúrulega bara konsept sem að búið til lengi og í raun og veru rétt áður verður til einhvern 2003 eða eitthvað svoleiðis og ég, þegar ég býð í Danmörku og kem heim á til svona hingað 1-2 vikur á ári og þá það var búðin sem var næst íbúðinni sem við vorum með og það var Krónan ég fór stundum þangað og hugsaði það er alveg tækifæri og þannig að hugmyndin var ekkit endilega bara að segja við vildum alveg vera ódýrust ef við gætum á einhver staðar og við fórum alveg og svo tókum við út svona ákveðna hluti sem voru svona fyrir okkur við hentum út allir servuru hættum þessar jólabækur þetta var bara að taka fókus og tíma á fólki við ætlum bara best í ávöxtum og grænmeti best í kjöti best í snirtivöru og láta þið líða best með matarinköpina að þú myndir ekki alltaf opna pókan heima og hann tróðfullur af sykri Er þetta ekki bara sama þú gerði hjá Festi, menna þið hætti með Indisport, Öllikrastofu, fastegnir, bara fókus á dagvörumarkað, Elko og fleira? Jú, og Elko var bara, Elko var bara, það er svo geggja teimi í Elko. Það er bara, heldur við íta undir vefverslun og bara segja við á, bara fulla ferð, bara ekki vera eitthvað, skulum ekki vera lítil í okkur, bara keyrum við á þetta og þau gerðu það alveg einstaklega vel og það held ég bara hluta til sama teimi og var þá það er bara frábært Svona ein lokaspenning var þetta er ekki gata markaði fyrir eina lágvöruverslun viðbót sjáum uppgjör hjá þessum félögum að mögulega gat Ég held að sé alveg ég held að sé alltaf reglulega tækifæri á maturumarkaði á ákveðnum hvenær kom Costco? 2017-16 Já hvað 8 ár síðan Þannig að þú getur alveg sagt með einhverju að það hafi ekkert mikið gerst í 8 ár Nei, samanlega og þá lítur að vera tækifæri ég meina þannig að það hafa alltaf það gerist bara í öllum jú, það var náttúrulega komið netverslun og eitthvað þess og þar og svo náttúrulega orðið alveg við erum náttúrulega farin að breyta líka neysluvenjum okkar, við erum náttúrulega farin að held ég að borða miklu meira úti heldur en við gerðum og miklu meira takeaway og þess og þar, þannig að það er náttúrulega líka orðið samkeppni Þannig ég held að sé alltaf ekki verið til þess að aðeins að keyra á markaðin. Finnst þér vera, þú verið sem gera, finnst þér vera sanngjarn framlegð á Íslandi í maturu? Eða verðið þið bara? Það eru náttúrulega ákveðinni hlutar á markaðinu sem eru dýrir, Það er náttúrulega líka ákveðið
skortur og aðgengi ákveðnum vörum. Ég get til dæmis ekki fengið lífræna mjólk á Íslandi sem ég skil ekki. Nei, einmitt. Við fengum bændur til þess að framleiða lífræn egg og það tók alveg smá, það þurfti alveg frekju og leiðindi, sko. Einmitt. Mér finnst en ég veit líka, sko, að það að bjóða, að því að ég veit að margir gagnrýna, sko, ást og grænmeti, en sko, og við erum ekkert með svona aðgengi, mjög þægilegt aðgengi að ávistis og grænmetismörkuðum. Við erum það þarf að sigla þessu heim út af verðinu. Tekur viku. Já, sko, það tekur viku, þú þarft að plana og það þarf að duga í viku. Þá er sko hún orðin 2 vikna gömul. Þú þarft að panta þetta með viku fyrir að vara líka. Þannig að áætlunin þarf að raun og vera að duga í 3 vikur, sko. Og ef eitthvað gerist fyrir vörun á leiðinni og hún er ónýt, þá bara er ekki til og þá færist nestan yfir einhverja aðra vöru sem hefur líka áhrif. Þannig að ég held að við séum alveg að gera ágætt hluti það sem var pínu leiðilegt að gerðist, að við vorum það voru flug beint frá vesturströnd Ameríku á fraktvélum. Það var svona dálítið game changer fyrir íslenska matvörumarkað, því að þá gastu bara vesturströnd Bandaríkjanna er matarkista Bandaríkjanna. Þar bara er 90% af öllum ávöxtum í matvörubúðum í Bandaríkjunum framleitt. Og það geta fengið sko aðgengi að þessu. Við höfum ekki aðgengi í dag. Bara eftir að VÁ fór á kollinn, þá er bara ekki aðgengi að þessu. Því það er enga fraktvélar sem fljúga frá San Francisco eða þessum svæðum. Einmitt. Algjörlega. Synd, maður. Synd, algjör synd. Síðasta umræðefni fyrir rittaraspurningarnar góðu. Það eru búið Búdvar. Þessi var það núna. Djöfulli Búdvarinn góður. Já, Sáu góður. Það er þróun verslunar framtíðinni. Jón Björnsson er þetta stjórnarmaður í Boost sem að hefur tröllriðið markanum hérna heima. Heldur betur. Sko, byrjum á því. Tökum Kringluna og Smáralind sem dæmi. Ef við horfum 10 ár fram í tíman. Eru þessi stóri mál mögulega að fara að enda þannig að þetta verður bara eitthvað svona gönguhópar 60+ að labba þessi? Nei. Þú verður að trúa þessu? Já, alveg 100%, sko. Já, Ég held að við höfum bara þörf til að sko hitta fólk og þannig að það mun bara koma annars konar activity, sko. Já, meinar. Við erum ekki að fara að vera öll heima bara með sýndaveruleika gleraugu, sko. Þannig að það bara þróast í einhvers annars og vestla, það verður ekki allt á netinu. Nei. En auðvitað þarf verslun að breytast og hún þarf að aðlaða sig að því. Þeim raunveruleika að virðiskeðjan á netinu hjá sterku e-com-spilunum, hún er lægri heldur hjá þeim. Já. Og þá ertu komin í raun og veru fyrirtæki sem að er ekki hæft til þess að keppa á eins og ég segi á sömu fossendum með verði eins og önnur og þá verður að fara að fókusa eitthvað annað en verði verður samt að vera alveg eins og á hinum stofun. Já. Þannig heldur það sé ekki að fara að deyja út að bara Sara og fleiri vörumerki sé bara að fara að vera með 5 starfsmenn og bara opið alla daga þegar þú getur verið bara að bústa vesla þar? Nei, ég held að það er bara annars konar upplifun og ég held að verði, ég meina, þú getur alveg sagt, ég meina, er þá ekki bara að vera ein tegund af veitingastöðum eða ein tegund af maturverslunum? Við höfum bara ólíka þarfir og viljum. En ég held bara að þessar verslunarmiðstöðar muni breytast, það mun kannski ekki fjölga, það er enginn að fara að opna verslunarmiðstöðu kannski í, Mosó. Nei, ólíklegt. Upp á 40.000 fermetra, það er búið. Já. En annars konar activity, já, ég held að þörfin sé ekki, sko, vara á verð, ég held að þörfin í mikið af þessu sé að fara á einhvern stað sem hittir hana fólk. Já, ég sammála því. Góða punktur. Já, sko, riddarspurningarnar. Fyrsta spurningin hittaru eða ristaru Subway-bátuðin? Ristan. Þú ristar? Já, hann er þessi típa, já. Verður að taka undir með hann. Ein snögg hérna yfirbútt, hvað færið þér á hamborgarabólu Tómasar? Ég fæ með kjúklingaborgara. Þú færið hann? Já, með stann geggjaður.
að gleymist nefnilega mér finnst það gleymast í bræðinu já, því hann nefnilega líka bara sko, þetta bara grillu kjúklingabringa já, þetta ekki margir staðir sem bjóðu upp á alvöru kjúklingaborgar þetta er ekki einhver deig djúbsteikt dæmi sko djúbfrist eitthvað sammála því, frábær punktur við ungu fólki hræðist að taka sæti í stjórnum fyrirtækja hvað viltu segja ungt fólk sem hikar við að taka skrefið? Ég sko, og núna, það alveg tvær hliðar á þessu, ég veit alveg að það ekki allir sammála meir í þessu. Ég hveti raun og veru mína næstu stjórnendur, ég ekki að segja þetta þurfa að fara alveg niður í fyrirtækinu, það sé ágætt fyrir þau að sitja í einni annari stjórn í ótengdu fyrirtæki. Það getur verið lítið, það getur verið stórt, það getur verið ólíkur rekstri og það meira til að gefa inn í það fyrirtæki hvernig þú gerir hlutina, en líka til að læra hvernig gera þau hlutina og mér finnst það ég hef haft mjög mikið gagn af því, ég reyndar var ekki í neinum öðrum stjórnum, ég byrjaði raun og mín fyrsta svona ytri stjórn 2012, 2013 ég fyrir í stjórn Varðar trygginga og ég veit nú ekki út af hverju sko, að ekki veit ég mikið tryggingar en ég læriði helling af því og ég held að þetta sé gott fyrir stjórnendur sem eru svona að reyna þetta, þannig ég myndi sko óhygg að segja við að prófa þetta, en þetta þurfa að vanda valið að þetta sé vel rekin stjórn. Já, flott. Já. En svara? Það búin að snerta á krónunni. Það er sant. Sko krónun Já, orðarleikur hérna. Góður. Góður. Eigum við að halda sem fastast eða eigum við að sleppa takinu á íslensku krónunni? Ég hef ekki vita á að svara þessari spurningu. Nei. Bara ég sé alveg kostina við það að ég heldur þurfum ekki að sleppa krónunni, við getum þá bara Danirnir tengja krónuna bara við evru og hún er bara föst þar. Ég bara er ekki nógu vel að mér í þessu til þess að geta sagt af eða á sko, en ég var alveg til að fá svona einhverja góða umræðum þetta. Sko, við erum með kvót sem langaði að fá svörfið, eða hlustandi þar að segja Jón Björnsson trúir ekki á miðstýringu í rekstri fyrirtækja, sparnar sem af henni hlýstna er ekki að vega upp á móti tapinu sem skapast þegar skortir dýnamík ég vil að fyrirtækin fengi meira sjálfstæði til að geta blómstrað, vörur, mannur og viðskiptavinni verða að mynda eina heild og það er ekki hægt að slíta neitt þessara þátt af hinum hvað áttu með þessu? Ég á bara við það að þegar svona við búum til þessi íslensku samstæður og svona einhver svona mini konglamarit þá svona höfum við tendið sér til þess að einhvern veginn að segja já, við ætlum að taka allt þetta og setja það einna í móðurfélagið og ég held að það sé mjög varasamt ég held að það sé alveg hægt og getur alveg gengið upp í ákveðna deildir og þess að þar en ég held að það er mjög viðkvæm lína hvar þú skerð frá fyrirtækinu veist, og þannig er bara gamla Bezos-setningin sko, veist, veist, er það að láta bjóriðin verða betri eða ekki og ef það er að láta bjóriðin verða betri þá máttu ekki taka það frá dótturfélaginu af því að þá ferðu að og síðan er líka mjög hættulegt ef þú býr til stórt miðstýrt apparat sem veit ekki alveg fyrir hvað stendur Sist, hvert er markmið móðurfélagsins og það segir mér, já það er að gera hlutina á hagkvæmari hátt ok, heldur en hvað þú hefur enga samanburð þú hefur bara samanburð eins og það var einu sinni og getur þú þá haldið því það sem ég séð er það byrja allir mjög vel og það er einhver ráðgjafnar reiknenda fyrir þú setur þetta upp á Excel-skjal og þetta er svona og bara og veist, svo bara 5 ára setna þá horfum við bara að segja þetta voru ekki 30 sem móðurfélagi, nú eru þið 70 hvað er þessi 40 að gera? Þannig að ég bara sé þess að en svo er þetta líka bara svona pínu aðferðafræði ég vil spila þetta leikkerfi það getur einhver annar fórstýrur að spila eitthvað annar leikkerfi það getur bara verið að það hendi mjög vel á þeim tíma og það er ekki alltaf sami fórstjórinn sem hendar inn í fyrirtæki ég hendi ekki inn í öll fyrirtæki í dag
ég get hentað henni sum fyrirtæki en alls ekki öll og bara, og öfugt sko og það svona held ég að það sé svona oftast ekkit rosalega farsælt að forstjóra séu bara 15-20 ári í einhverju sama fyrirtækinu sko. Það getur alveg gerst og ég ætla ekki að taka það frá þeim sem hafa gert það bara frábælega vel en svona almennt á svona held ég að það sé gott að fá nýtt blóð og nýjar áslur reglulega. Já, klart. Brøndby eða FCK? Þetta er mjög erfitt. Þetta er mjög erfitt sko og það út af því að sko ég auðvitað bjó nær FCK en Hermann vinur minn er svo mikið Brøndby fan að ég held bara með Brøndby fyrir hann þannig ég verð að segja Brøndby. Ok. Skemmtilegt. Hversu langt getur gengi Icelandair fallið? Guð, ég bara ekki fylgst með því sko ég bara veit það ekki sko ég skil ekki inn á flugbransa sko. Nei. Mér finnst þessi einstaklega skemmtilegt, mér finnst gaman að nálgast sko business eins og fótboltan. Já. Skemmtilegasta verkefni eða fyrirtæki sem þú eru unnið í á ferlinum? Þau eru eiginlega 3 sko ég jafnvel fleiri sko ég sko skemmtilegasta verkefni, mest gefandi verkefni var Magasín. Já. Og svona rekstralega og fyrir mig sem bara þetta bara tókst og það var ekki alltaf eins og maður vissi það sko það sem ég er stoltastur að það er Krónan að ég veit bara hvað við gerðum ótrúlega skemmtilega og góða hluti en svo eru bara mörg svona verkefni sem maður er komið að Boost, Drop sem er fyrirtæki sem ég kem að sem eru bara að gera geggja og flotta hluti ég vil bara svona fyrirtæki eins og Brauð og góð sem ég kem að þess að sem er bara að það er svo ofboðslega pjúr ásetningur þeirra sem reka hvað þeir eru að gera það er bara, við ætlum bara að baka betra brauð nota betra hráefni og ætlum bara að gera það svona og það er það sem við erum að bjóða og það er markaði fyrir það og þeir eru ekkert að reyna að vera öðruvísi, þeir eru ekki að reyna bara, þetta er bara, við erum bara svona mér veist þannig verkefni eru komið svona, þannig að sum fyrirtæki hafa einhver svona ákveðna sál, Hagkaup á svona, rosa gaman að vinna í Hagkaup þegar maður byrjaði þar, kannski var það því að fyrsta verkefni mitt sem var svona alvöru, en svo eru önnur fyrirtæki sem eru bara einhvern veginn góða græða peninga en þau eru samt ekkit rosalega mikið fútt í því? Ekki mikið fútt í því kannski? Já, bara einhvern veginn, þau eru ekki einhvern veginn svona þau verður ekki jafn mikið hlutaðir. Já, verður svara? Sko, já, það var orðrómur það árið 2018 að þú væri að taka við sem forstjóri Icelandair. Þetta er svona fótboltaviðtal sko. Já, ég gaman að þessu, það var að senda þetta inn hérna. Var eitthvað til í þeim sögum? Nei. Ég var orðað við Icelandair og fleiri. Það var svona stærsta félag sem þú verið orðað við. Það er bara ekki mynd sko. Nei, ég er að tjóka. Er umræðan verðlag á Íslandi á villigötum? Til dæmis talaðum að matakarvan hér á landi sé mun dýrari enn í Evrópu og svo fram til götum. Ég veist bara að ætlum að fara að tala um eitthvað annað en verðlag á matakarvu. Við þarfum kannski að skoða bara verðlag á einhverjum öðrum þáttum. Af því að við erum alltaf að hakka einhverju matakarvu og það er bara alveg rosalega samkeppni milli þessara aðila og þar getum við skoða verðlag hérna og sé bara, heyrðu, þetta er verðlagina en förum kannski að skoða verðlag á einhverju annari vöru. Já. Bara byggja hús eða kaupa sér föt eða bíla eða það er enginn að skoða það. Við erum bara að setja 13-14% af peningunum okkar í matakarvuna. Þetta er frábær punktur. Já. Við pælum samt bara í matakarvunni. Já. Sko, þú mátt alveg skrúa mækiðin af og sleppa hún núna. Hann er farinn. Samrunni Skel og Samkaupa, hversu spenntur ertu fyrir þessu? Ég veist þetta flott verkefni sko, ég er mjög spenntur fyrir þessu. Já, þetta er spennandi. Já, ég held að þetta sé alveg rosalega mikil áskorun þetta verkefni og þetta eru svo mörg vörumerki og svo margar staðsendingar og þetta verður mjög gaman að sjá hvað þetta hristir upp í markanum. Já.
Þorvaldur hjá David Jones spyr ættu verslanir að sleppa milliliðinum og flytja sjálfarinn vörur í auknum mæli? Ég held bara að þær þurfa að meta það í hverju tilviki sko. Það líka alveg verkefni að, veist, og við höfum alveg gert það líka alveg verkefni að vera í tvenns konar business, vera í innflutningi og dreifingu og það hellir og lagerhaldi og umsjón og byggja upp vörumerki og svo þarf líka að vera rosalega góður í smásölu. Þetta bara ekkert alveg og það er engin fyrirtæki í neinstæðar í heiminum sem að sko gera þetta. Það er hins vegar mörg fyrirtæki sem að hafa farið mikið í sko private label. Það hins vegar svona pínu vandkvæðum háð á Íslandi að hérna þetta þessi fyrirtæki ekki nú stór. Þannig að þau ná einhverju stærra hagkvæmi og þannig að þau hafa frekar svona piggybackað á private label annara fyrirtæki og þá gert það sín og ég held að það sé sniðugt og þannig að ég held að en við viljum sé það piggybackað á já, bara svona að detta inn í hann eins og við gerum í Boost það bara gerðum við samkomlega við danskan smásala sem bara megum við selja private labelið þitt inn í krónunni sem að ég held ég hafi gengið mjög vel Veistu, við erum alveg sama, ég meina við hefum gert þetta eins og í Boost, við erum í mjög lítilli framleiðslu, eigin framleiðslu við vitum alveg við getum haft meiri framleið en þetta bara annar business og við erum ekkit sérstaklega, við erum ekkit betri heldur en markaðurinn í þessu við erum hins vegar betri að treyta heldur en nokkur annar og við erum með betri og ódýrari virðiskeðju heldur en nokkur annar og þess vegna getum við unnið geimið þar en ég þess vegna segi ég bara herðu, ef þú getur gert það jafnvel eða betur heldur en heilsalinn, já, þá skaldu gera það Kannski þetta fánuleg spurning en það eitthvað mattsatri eða sérst markastefnu upp á sko að private labelið sem að þið í samræði við eða það bara private labelið sem að þið selja áfram eins og það Já, bara selur þau bara vörumerkið eins og það í Danmörku bara með danska nafninu og þess að þá ert þú einn aðeins með það og getur svona svolítið, það engin annar að bjóða þannig að verðlagningin getur verið öðruvísi og þú getur leyftir að framstilla hægri vöru og veist, hérna matvörufyrirtæki stunda það auðvitað alveg skilur að hérna þú lappar inn í verslun A og þar hérna einhver vara á tilboði og í rosalegri framstillingu og segir, ok, ég ætla bara að lækka verðið á þessari vöru hjá mér en ég ætla ekki að auka framstillinguna á henni sko. Það alls konar svona hlutir í gangi á markaðnum þannig að aðeinslega þetta líka að leita eftir og svo ertu bara að reyna að búa til vörúrval og það kannski meira svona þessi svona þetta kaupmannstödd sem að þú annarkot hefur eða ekki þar ekki, þú getur ekki unnið þetta game í Excel Nei það ekki hægt þú verður að hafa eitthvað þú verður að hafa blanda saman allir þessar optimization og Excelinum og svo verður að taka á þetta þannig að ef þú bara hvað gerur þegar þú ert búin að optimizera Excelin hann hlýtur að optimizera á einhverjum tíma hvað gerur þá? Þá þarf þetta að framkvæma eitthvað sem þú ert búin að þá þarf þetta að breyta þá er þetta bara ok og sama líka fyrir sko hérna íþróttamenn bara ef ég hleyp bara alltaf þessa vegalengd og ég bara hleyp hann alltaf á 30 mínútum bara aftur ok, hvernig ætlar að hlaupa hann á 29 mínútum þú eru að fara með eitthvað aðra aðferðafræði þannig að þar kemur þessi kaupmenn það það sem að ég svona mann langar að sjá meira af þetta svona þetta þor kaupmann að hérna taka á þetta Klárt? Já Hvað með þessar döðlur? Ég varaði við Við vorum búin að segja þetta Hvað gerir í frítímaðinum til að slaka á og endurnæra þig? Ég fyrir út að hlaupa Já Ertu mikill hlaupari? Nei, ég bara eins og í öðrum íþróttum mjög lélegur sko Við fórum alltaf ekki í forgjöfuna Fáum við 10 kilometra? Ja, hann svona, veist, í dag 42 þrjár Það eru bara helviti gott Hann hefur verið betri sko en ég náttúrulega gamall sko Sub 40? Nei Sub 20? Sub 25, já en það veist en ekki í dag sko Nei, það kallaði samt ansi gott
samtvinnu spurning, ég ætla samt að leyfa að fljóta með helstu áhugamál. Sko það nú rosalega mikið bara business. Já. Bara, veist, fyrirtæki og veist, ég einhvern veginn alveg alæta á allt sem að heitir sko, svona, hvað við kalla það, svona ævisögur fyrirtækja og þess að það mér finnst það mjög skemmtilegt. Þannig ég er mikið áhuga bara á viðskiptum. Eyði alveg óbúslega miklum tíma í það, alls konar viðskiptum. Og svo bara, veist, íþróttir sko. Ég bara hef gaman á óbúslega mikið íþróttum. Ekkert endilega mikið að sko glápa þær í sjónvarpinu en að fylgjast með þeim einhvern veginn og hreyfa mig og útivist og já, bara svona. Já. Sko, ekki einsett spurningar reyndar, bara frá mér, sem myndi þetta í huguna. Það þessi sko hetjudýrkun á forstjóra í Bandaríkjunum. Já. Og mikið gert úr því að þeir sofi bara 4 tíma og lesi 100 bækur á ári og ég veit ekki hvað og hvað. Sko, þú ert náttúrulega afskaplega farsæll í þínu starfi. Hvað heldurðu að það fari margir tímar á sólarhringnum í vinnuna? Ég hef ekki hugmynd. Nei. Það fer alveg mikil tími í vinnu þegar ég er í vinnu og það fer allur, veist, það fer mjög mikið af mindspace-inu og þess vegna finnst mér gott að fara út að hlaupa á mótnana eða eitthvað svoleiðis að þá er ég ekki að hugsa vinnuna sko. Hún bara, eða veist, þá gerir ég það annan hátt skilur og þannig að mjög mikið af mindspace-inu er ofta að fara í en maður er að reyna að breyta því aðeins og þannig að ég hef aldrei talið þess að tíma mikið sko. Nei. Ég held að ég sé ekki að græða mikið á því. Ég held svona að þetta sko, þú veist, menn tala alltaf þetta sko, jafnvægi milli vinnu og einkalífs. Ég held að jafnvægi felist náttúrulega bara fyrst og fremst í því að sko, hvað finnst þér gaman? Ef mér finnst bara rosa gaman í vinnunni eða að hugsa vinnuna, ég þarf ekki endilega að vera þar alltaf og ég er ekki endilega alltaf í vinnunni en ég hugsa mikið hana. Það er meira þetta jafnvægi sem að þú nær sko. Bara, að mörkin séu kannski óskæri bara því að þið finnst þú ekki verið í vinnu þegar þú ert í vinnu, jafnvel? Ég meina, og ofta eru verkefni sem að ég langar ekkert að vera í skilur og það en þegar þú ert ég hugsa oft skilur fórstjóra verkefni sem ég hef tekið að mér hafa verið miskrefjandi á hausinn á mér sko. Sem þeirra hafa bara verið mjög þægileg sko og önnur hafa bara verið bara mjög Hvað var mest krefjandi? Veist, frá tíð og tíma ég myndi segja fórstjóri Haga og svo fórstjóri Origo hafa verið svona mest svona krefjandi störfa á hausinn á mér. Já. Klart. Ég ætla að leyfa þeir að taka þessa, Birkir, ég veit ekki hver senda hann inn. Ég sendi hana. Hversu mikið þátt í uppgangi krónunar á Queen Greta Maria? Bara mjög mikið sko. Já. Og og veist, þetta er ekki svona sko líka því að þú talar sko þessa hetjudýrkun forstjóra í Ameríku og ég held nú að reyndar að Ameríka sé bara komin í einhver svona hetjudýrkun sko. Ég er mikið sko NBA fan. Okay. Og fylgdist alveg grimt með finals, þetta mínir menn í urðu meistarar. Vaktiru? Já, ég vakti eitt leik en þetta fyrsta sem ég gerði á mótnana var að NBA appið og horfa highlights og það vildi enginn að Boston myndi vinna. Vildið þú það? Já, auðvitað, ég er Boston-fan sko, þegar við náttúrulega ekki, ég held að ég fengi spurninguna sko, hvaða liði heldur í ensku sko. Þú fær hann núna? Já, ok. Þannig að en sko, ég er Boston-fan og múið að vera Boston-fan í sko bara 30 eitthvað ár sko, eða meira og það vildi enginn að Boston myndi vinna af því að Boston var ekki með neina hetju. Nei. Einmitt, já, engin súsetta. Og það er alltaf, og núna skilur, það er alltaf verið að horfa á einhverjus forstjóri, þannig að auðvitað á teimið, Greta var alltaf bara hún var frábær til að taka við að mér, tók mína grófu mynd skiluru og bara málaði hana miklu betur sko. Og svo tók ástafið henni og gerði bara geggjaða hluti og þannig að en auðvitað var alltaf teimið hana bakvið, fullt af fólki sem að sér það að þessar búðir líti krisp út á hverjum degi, það er fólki sem er að delivera. Já, það er í eldhúsinu. Og það framlínan og það er sem að ég held að reyna að segja við fólk, fariði
og sinnið þessum framlínustörfum því að, veist, og hérna skoðið þau, því að þið eru svo færum það að geta gert þau betri þannig að ég held að hún veist, hún á að eiga mikið kredit fyrir það en það eru óbúslega margir aðrir þarna sem að bara hafa lagt sig gríðarlega vel fram og það teymið bara ennþá það sko. Já, klart Talaður að var engin hetja í Boston er Brad Stevens hetja í Boston? Já, ég meina hann og þjálfarinn líka skilur að búa til þetta hennan anda og láta menn vinna saman og skila veistu hvernig menn töluðum Boston í aðdraðanda, ég meina, menn, þeir voru með næstu 80% vinningshlutvöld komandi inn í finals. Þeir eru bara sérfræðingar í að tapa úrslitum. Já, ég meina það er bara búið að taka tíma skilur að koma því áleiðis, ég meina þeir eru bara að tapa einu finals síðan 2008. Ég elska, hann blóðið ánægða með þetta. Látum okkur sjá, Birkir, við eigum bara örfáar eftir áður en förum í hraðspurningarnar. Já. Sjá, er í raun og veru bara Veistu hvað ég verð þegar þessi þáttu droppar eða? Ég verð á Alicante. Ég hlust á hann í sólbæði. Geðvikt. Fullkomin dagur í þínu lífi? Já, þessi góð. Þessi mjög góð sko. Ég bara, veist, hver dagur eiginlega bara fullkomin sko. Okay. Mér finnst bara rosa gaman að, veist, ég bara á morgun ég að fara að púsa spýtur sko. Ég held að það verður bara geggjað. Hlusta eitthvað podcast og veist, það var líka gaman að veist, fara í golf, það var gaman að veist, en ef ég næ svona veist, að fara út að hlaupa morguninn og veist, næ mér í eitt kaffi á Bröðukó og á svona dálítið veist, góða diskussjónir í vinnunni, það er líka og kannski út að borða með konu kvöldið skilur, það væri perfekt dagur sko. Kannski ein spurning frá mér og sko þegar maður googlaði fyrst þegar maður googlaði þá kom alltaf bara launin kom alltaf fyrst mér langar að spyrja þú taka núna við nýju 9-to-5 jobbin nema þetta er alltaf 24/7 þegar maður er fórstjóri svona stóru fyrirtæki en verður maður aldrei sattur? Langar maður aldrei bara flytja erlendis og bara hafa kósi? Jú maður langar það en svo er eitthvað annað sem að eins og við tölum við Ármann ætlaði að hætta en svo bara döðleittist hún Já, mér, veist, ég ætlaði ekkert að fara að vinna aftur þegar ég fór inn í Orgo sko. Það bara, veist, ég var í 3 skemmtilegum stjórnum erlendis og ég var með 2 lítil verkefni og svo bara kom COVID og mér bara, veist, ég var alveg að bara deyfla endum sko. En veist, þetta er líka bara veist, og veist, þú ert bara vanur einhverju ákveðnu orkustígi og þú vilt bara svolítið vera í því og ég er bara svona pínu gaman að þessu brasi og gaman að fólki og gaman að sjá framfarir og veistu, meðan ég hef ennþá löngunina til þess að og fólk nennir mér þá alltaf ég geta veist, hætta því sko það verður líka veist, miklu meira úr deginum ef maður er að vinna það ekki? Jú, þetta er og þessi óskipulegu dagar þetta gengur ekki upp sko Klárt Það var bara komið að hraðaspurningun Búið að veistla Búið að vera algjör veistla og Já, ég sko verst geinta leyndamála okkar að því lengri sem þátturinn er því betri Já, en við getum að leiða því kynna núna Já, þeir sem að Viðmiðnatíminn er 90 mínútur Já, við erum farið að svíkja hana sér duglega Það er raunir að það er komið að hraðaspurningunum og það er í boði Kemi Hemmi Kemi, það er náttúrulega þeir sem hafa ekki kíkt á hann Sástu hvað mætti í sölu hjá hann í dag? Jú, það var dokkarinn Það er þetta í kattból við sko, það er náttúrulega svo lít Ég veit ekki hvað mikið seljast á hann Ef ég ætta að setja eitt út á Kemi þá er það ekki nóg mörg vörunúmer Við þurfum að bæta við 61. vörunúmerinu sem verður þá Chessa Dark Bólur svo er það bara einföld skilabóð frá Furumherra Allir með 7 endastaf drífa sig í skoðun eins og skot og fyrir utan það ef þið þurfa að kíkja skoðun á einhvern tímpúti þá eru náttúrulega Já, ég hef ekkert bara allir með 7 Það er heitast á konnunni, það er besta viðmótið þetta er allt á sínum stað Ég fyrir skoðun daglega Já, ég veit það Það er komið að hraðspurningun Fyrsta spurningin er með hvað leið heldur í enska? Nottingham Forest Nottingham Forest Ertu harður þar? Já Ok Kaffi eða síkó? Kaffi A eða B manneskja?
er bara A+. A+, já. Uppáhalds staður í heiminum? Það eru Alparnir einhvers staðar, sko. Já. Alparnir á veturna eða sumrin? Bæði, sko. Bæði betra. Vetur eða sumar? Bæði, sko. Góð 12 bátur eða góð kjúklingaborgari? Bara búlu kjúklingaborgari, sko. Já. Alltaf, sko. Hvernig myndir lýsa Jóni Ásgeiri í 3 orðum? Þú laumaðir þessari. Nei, þessu er alltaf. Ég segi bara, veist, hann er eitursnjall og hérna og skemmtilegur og snúinn. Já, og snúinn. Samlokan, uppáhalds bíómynd? Það eru svo marga maður, sko. Ég er náttúrulega svona gammal Star Wars fan. Já. Ok. Þannig að ég myndi segja bara Star Wars tríóleikin. Hún er líklega uppáhalds. Já. Uppáhalds bók? Þessi er líka erfið, sko. Já. Ég held ég veði, sko, veist, svo bók sem að ég hef lesið oftast er sjálfstætt fólk, sko. En það er ekki af því að ég ætlaði að lesa hana, það er bara því að ég ætlaði að lesa hana fyrir börnin mín í skóla, sko. En ég hafði gaman að henni, sko. Mér finnst það geggjuð bók, sko. En ég les mjög mikið, sko. Já. Og það er erfitt að finna einhverja uppáhald, sko. Já. Ég veit það spurning, en finnst þér hún ekkert erfið? Líka að lesa hana aftur og aftur, mjög erfið. Já, ég er ekki að lesa hana aftur, sko. Ég las hana alltaf fyrst í skóla sem sjálfur og þá bara var maður að lesa hana til þess að geta breyndömpaðinni niður á eitthvað blað. Já, til hann á prófunu. Og svo voru 3 börn sem maður þurfti að lesa hana, þannig að ég las hana, veist, hérna, eitthvað aðeins með þeim. Og þegar ég var, held ég, sko, í 4. sinn eða eitthvað, þá tók ég bókina og las hana. Já. Og það er bara virkilega gaman að því að mér finnst bókin einhvern veginn, hún á bara einhvern veginn við í dag. Þú bara einhvern veginn sér að þjóðfélagið er bara svona. Já. Maður var kannski að lesa hana aftur. Já, ég las hana fyrir 12 ára síðan, sko. Já. Þú ert staddur í Bónus og ert að versla í matinn. Þú ert að fara að elda sérréttið inn í eldhúsinu. Hvað verður fyrir valinu? Það er mjög easy, sko. Það eru, hérna, veist, það er bara, veist, það eru kjúklingabringur. Já. Og brokkoli og pesto Sæll. og kartöflumús. Þennan rétt bara, veist, þegar ég er einn heima, þá fæ ég að elda þennan. Svo nota ég bara airfryerinn, ég hef svona 10 mínútur að þessu og þetta er bara geggja. Það er snildar græja. Já, og einn áfengislaus Peroni með. Úff, já. Má segja það hérna. Já, sko. Áfengislaus bútvar, ég myndi taka hann persónulega. En þér er frjálst að taka Peroni. Alltaf 0,0 líka. Já, alltaf. Eitt félag í Kaupöllinni í dag, Gunpoint. Eitt félag? Já. At Gunpoint. Bara ekki neitt, sko. Ok. Það var bara loka spurningin. Áttu eitt gott ráð að henda framtíðar stjórnend eða fólki sem vil ná langt í atvinnulífinu? Eða stjórnendur? Já, ég held að sé bara hérna, veist, að muna dálítið, sko, að hérna vera maður sjálfur, sko, og vera svolítið trúr manns eigin hérna gildum. Það mun til lengri tíma borga sig, sko. Jón Björnsson. Takk hérlega fyrir kvöldið, frábært að fá þig, takk fyrir komuna.